Komið þið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjall eins og við köllum þennan þátt. Gestur þáttarins ykkur sennilega flestum nokkuð vel kunnur. Það eru yfirleitt íþróttafréttamenn sem ræða við mannin sem að ég ætla að reyna að fá til þess að opna sig næstu 2 klukkustundirnar eða svo. Vertu velkomin til okkar Snorri Steinn Guðjónsson, landsliðsþjálfari í handbolta. Takk fyrir það, takk fyrir að fá mig. Takk þér fyrir að koma. Ég verð bara að viðurkenna að það kom mér svona mjög þægilega óvart þegar þú féllst á að koma í svona langt og ítarlegt spjall þig sem mannesku, ekkert síður en handboltan og ferilinn. Já. Ertu heimspekileg vera þarna einhvers staðar innst inni? Nei, ég myndi nú ekki held ég lýsa mig þannig sko. Ég svona frekar tilbaka. Já. Og svona kannski frekar sagt að ég sé ekkert rosalega mannblendinn sko, svona út á við allana sko, þó svo ég sé eitthvað í sviðsljósun út af minni vinnu og íþróttunum sko, þá þar fyrir utan þetta ekkert eitthvað sem ég sækist í sko. En það mættir velja, myndirðu kjósa að vera sem minnst í sviðsljósinu, svona alla jafna eða? Já, mér finnst bara fínt eins og þetta Vist, ég bara í sviðsljósinu út af handboltanum og það að vera landsliðsþjálfari og það bara fylgir því og vist, ég þekki svo sem bara það líf ágætlega eftir að vera leikmaður líka en svona þar fyrir utan þá finnst mér ég hafa tekist það vel sko bara að vera hvað kalla það tilbaka ég er lítið að blanda mér í einhver þjóðfélagsmál og annað slíkt og gerir það mörguleiti bara með vilja og ekki virkur á samfélagsmiðlum og annað slíkt þannig að mér líður bara vel þannig, ég er ekkert að reyna og vill bara hafa það þannig. Já, þú nálgast þitt persónulega líf og heiminn svona kannski með ákveðinni hægð eða hvað? Já, engin spurning sko og ég vill bara hafa þetta rólegt og afslappað í kringum mig og hef svo sem alveg fengið svona pillur, kannski verið ekki nógu félagslindur og svona getur verið gagnrýndur af vinnuna fyrir að taka ekki síman allt og oft upp og allt það sko og eitt alveg upp á með sökina þar en ég vil samt meina að ég er mjög langt frá að vera leiðalur. Þú ert það, sannarlega. Sko á sama tíma og þú lýsir sjálfum þér svona þá áttu félag sem heitir Hröð miðja. Já, það er rétt. Og sjálfur ertu kannski í hópi þeirra sem að hafa hraðað handboltanum hvað mest hér á landi. Dettur mér í huga án þess að ég sé mikill sérfræðingur í því. Þannig að það nú eitthvað við adrenalínið og Já, engin spurning sko, það eitthvað náttúrulega bara við íþróttirnar. Já. Og þú veist, þetta það bara, þú veist, ég get ekkert flúið það að þær hafa bara mótað mig. Já. Þú veist, ég þekki eiginlega ekkert annað bara frá því að ég var krakki að bæða vera í íþróttum og bara alast upp í þessu umhverfi. Þannig að það hefur bara gert, íþróttan hefur bara gert það með þeim manni sem ég er í dag og ég er þakkláttur fyrir það að hafa fengið þetta uppeldi og hefði ekkert viljað hafa það öðruvísi. Þó svo kannski bara eins og gengur og gerist þetta bara stundum lofheit samband og stundum koma alveg þannig dagar að þú viljið bara vera að gera eitthvað allt annað. Þú þekkir bæði blóðsvita, tár, vonbrigði og svo stórkostlega sigurtilfinningu og mesta stolt sem hægt að upplifa bara sem Íslendingur í handbolta. Já, engin spurning sko. Svo hefur maður svona með tímanum og maður bara sér það kannski svona líka þegar maður eldist þú veist og ég er einhvern veginn þar í dag að þú veist öll það náttúrulega vinnan og kannski líka bara mótlætið og vonbrigðin sko sem móta mann miklu meira heldur en hitt sko. Þú veist, þótt að sé erfitt að vinna eitthvað og ná árangri, þú veist, þá uppi staði þá svo auðvelt að vera í sigurlið. Þú veist, það er bara gaman og þú veist, það bara tekur fljótt af og í íþróttum alltaf næsti leikur, það alltaf bara eitthvað næst. Sérstaklega sem þjálfari þá svona staldrar maður lítið við.
Dettur í hug þessu samhengi að bara síðast í gær þá ræddi ég við sálfræðing hér við þetta rauðaborð sem að myndu okkur öll á það að einmitt í mótlætinu gefst besta tækifærið til þroska. Ja, bara get ekki tekið meir undir það sko. Já. Og þetta er svona hvað sjálfa mig var, þetta er svona grá svæði, hvað svona ég ætla ekki að segja ég sækist í eitthvað mótlæti, en mér líður ekkert ömurlega í því. Og þá taka alveg skýrt fram, þá er ég að tala með okkur svona í þessum íþróttalega samhengi og sem kannski stóra heiminum kannski að tapa ykkur íþróttaleik er ekki að versta sem gerist fyrir fólk sko. Mjög langt frá því en það er erfitt að lýsa en þú þarft að takast á við hlutina. Einhver vandamál eða töp eða vonbrigði, þú veist þá bara fyrst reynir einhvern veginn á því, svo þegar hlutinni fara að rúlla fyrir því eins og í handboltanum og hlutinni ganga vel, þá einhvern veginn þá er þetta miklu færri takkar sem þú þarft að djösta hverju sinni en þegar á bjátar þá reynir á mann. Og þóttar hljómi náttúrulega eins og hver önnur útjöskuð klisja þá þekkjum við mörg á eigin skinni að ósigur í leik dagsins í dag getur verið forsendan fyrir mikilvægari sigri síðar. Já, það getur ekki, það er það bara. Það er alltaf, þú veist, já, það er bara, þú veist, á bara við, þetta er ég að tala náttúrulega mikið um svona út frá þessu íþróttalega, en þetta er líka bara í lífinu, sko. Þú veist, að skauta eitthvað létt í gegnum það er ekkert eitthvað, það er eiginlega bara ekkert eftirsóknarvert, sko. Það er þessar brekkur, sko, sem koma bara alls staðar í öllu. Þú veist, það er að komast upp hana og svo bara hvernig við gerum það og það er oft þar, þú veist, í þessu, þú veist, hvernig þú ferð upp brekkuna í einhverjum mótlæti sem svona móta mann bara sjálfan og liðið þitt og alla í kringu þig kannski og þú veist, og þegar þú kemst upp þá svona, þá opnast þetta svolítið. Já, en ég held sko að þú sért mjög heimspekileg vera. Ég heyri það bara hvernig þetta opnast þetta samtala að þú ert mikill heimspekingur í þér. Ég þekki pappaðinn líka svolítið, hann er mikill heimspekingur í þér. Já, gott mál. Heyrðu, eigum við þá að skrolla bara aftur í tíman og fara fara til upphafsins. Er þín, nú dettur mér bara í hug sko að spyrja, kann að vera þín fyrsta minning í lífinu, sé einhver leyti tengt íþróttum eða er það? Já, þær eru það sko. Þetta er... Hvaða mynd kemur upp í hugan? Bara mér í minningunni bara, var þetta bara einu sem ég gerði sko. Eina sem þú gerði? Ég var náttúrulega í handbolta og fótbolta og minn vinahópur var bara íþróttasinnaður og á sumrin lékum við okkur meira svo bara alveg fáralega mikið í körfubolta og bara ég var aktífur og þetta voru tímarnir öðruvísi með þessa skjái og annað slíkt og heldur betur, þú fæddur 81. Já, og ég átti ekki einu svona vídeótæki framan af sko, þess að leiða með spólu sko, þannig að það er svona, og ég var bara elst upp í Hlíðunum og er í Val, það er bara, þú veist, og er það bara eins og grár köttur líka, allan daginn og að leika okkur og Pabbiðinn er á þessum, sko, pabbiðinn er Guðjón Guðmundsson, Gaupi, mikið rétt. Gaupi, íþróttafréttamaður, ég held hann hafi náð að vinna á Stöð 2 í 32 ára eða eitthvað svoleiðis. Sem er eitthvað sko sem er algjörlega fenómist af því að fjölmiðlabransin á Íslandi er, þú veit, bara eins og tappi í stórsjó sko. Og pabbi þinn er náttúrulega, getur maður sagt, það var til örlagavaldur í íslenskum handbolta vegna þess að hann er aðstoðarmaður hjá Bótan sem breytir íslenskum handbolta töluvert mikið, erum við ekki sammála um það? Við tveir? Jú, þú veist, að einhver leiti, þú kannski þekki þá sögu ekki alveg nógu vel, sko, en hann kemur örugglega inn með svona, hann breytir ykkur æfingakúltúr fyrir að æfa meira og gerir meiri kröfur og
og allt það og náttúrulega lengi hérna þjálfari og pabbi kringum hann Er ekki pabbiðin aðstoðarþjálfari? Hann aðstoðarþjálfari hjá honum og þetta líka partur af mínu uppeldi. Ég þvældist með nánast okkur einustu æfingu. Pabbiðin segir að þú hefur verið með bestu mætinguna. Þetta bara, ég gæti bara setið þarna og hort á æfingar. Já. Bara 90-120 mínu æfingar fór ég bara létt með að horfa á Þannig að ráin snemma dálítið há í þínu lífi. Já, og ég man þannig að það náttúrulega ekki, það engin gemsar og líka og ég man að heimasíminn okkar var nálægt herbygginu mínu og ég gæti setið í herbygginu eða legið í rúminu mínu og hlusta á pappa tala handbolta við ykkur sko. Það fannst mér bara, það var bara svo góð saga í dag fyrir krakkana mína sko. Ég stið Storytel á og litla fyrir að sofa sko. Þetta fallegt. Þannig að þannig einhvern veginn syngar þetta allt inn og þar fyrir utan náttúrulega kannski bara hans íþróttaluppeldi á mér sko. Já, mamma þín líka íþróttakona? Nei, hún á enga sögu í því. Nei. Mér fyndið sko en hefur náttúrulega kannski eðlilega náttúrulega ekki eins mikið í einhverju sviðsljósinu þegar kemur okkur feðgum allavega sko. Þið takið allt. En bara þessi stuðningur og viðvera og náttúrulega líka eitthvað bara sem það var hún hikaði heldur aldrei í því sko og það var alltaf nóg að borða og ég mátti borða hvenær sem sólarhringsins og koma sent heim og það var bara hita fyrir mig kvöldmatur og allt þetta sko þannig en hún var svona ekki hún allan að kunni þann leik að vera ekki að skipta sér að svona þessu handboltalega við okkur feðgana og vissi sín takmörk þar. Þið fengu bara gangum lausir í... Já, eflaust. En einhver tíman hefur henni eflaust óbúið þetta hjá okkur sko en fór fínt með það. Já. Áttu systkini? Já, eina systur. Er hún yngri? Já, hún var alveg hún var líka í handbolta og fótbolta og en svo bara fer hún okkur aðra leið og hún hefur áhuga íþróttum en var ekkert á þeim stað sem ég alls ekki. Nei. Og eins og þú lýsir þessu þú ert snemma svona heltekinn og bara lífið snýst íþróttir bæði í handbolta og fótbolta framan af. Hvað ertu gamall þegar þú tekur þá ákvörðun að skilja fótboltan eftir og einbeita þér að handboltanum? Sko, mér langar að segja, þetta rennir oft saman í eitthvað eitt. Ég spilaði í 3. flokki í fótbolta sem allir sé ekki 15-16 ára. Já. En þá ég búinn að taka ákvörðun. Það sumar manni, ég æfði ekkert svona eins og ég hefði gert fótboltan og var bara farin, þá var þessar styrktaræfingar farnar að taka aðeins yfir og það var kannski aðeins öðruvísi þegar ég var alveg upp, þá var þetta meira bara sumaríþrótt, vetraríþrótt, svona handbolti, fótbolti. Já, einmitt. En í dag þetta bara bæði nánast allt árið kring hjá krökkunum hans og en einhvern veginn var bara, hugurinn var alltaf meira handboltamegin. Ég fann það, ég var í góðum hóp. Strákar sem komu svona úr ólíkum hverfum og vorum ekki allir saman í grunnskóla til dæmis og eru mínir æskuvinir í dag og hittust ennþá og vorum góðir og vorum á partileika upp eins og sínir okkar fóru og allt þetta sko þannig að það einhvern veginn þetta hallaði alltaf mjög mikið í áttina að handboltanum og svo þannig að þegar ég 15-16, kannski 17 þá ég og mann farið svona nart í það að vera meistarlóksmaður eða eitthvað það var aldrei erfið ákvörðun sko, aldrei þó svo að ég hefði spilað alla einhverjulokkan í vali fótbolta og öll þessu mót og horfði enn á fullt af fótbolta og körfubolta og þetta var svona ég gat hort á skíða íþróttir líka við Gafst þér tími til að lesa bækur, leika hljóðfæri, var áhugi fyrir því? Nei, mig gafst örugglega alveg tími og ég hefði hallast eitthvað í þannig átt á einhvern veginn þá hefði ég bóttið fengið stuðning heima fyrir hvað það var sko. Kom þetta niður á náminu? Hvað þú varst rosalega mikið í? Já, það gerði það og mamma og pabbi voru alveg grimm við mig þar en svona þegar ég lít tilbaka þá var ég kannski of samfærður
þú veist, einhvern veginn leið mér aldrei eins og þetta gæti klikkað að verða bara atvinnumaður í handbolta, sko. Kannski var það lykillinn? Jú, á einhver leyti, sko, en þú veist, þegar ég horfa á þetta núna, þú veist, minna, ég var bara, þú veist, lítill og vissinn handboltamaður, sko. Það er nefnilega málið, þú varst ekki með skrokkinn kannski alveg með þér? Nei, bara mjög langt frá því og, þú veist, og þannig að, þú veist, og ég, þú veist, ef ég ætti að segja, ég sæi eftir einhverju, þú veist, þá er það kannski bara svona námið, þú veist, að því, þú veist, þótt ég hafi klárað, þú veist, ég kláraði stúdentinn frá Fjölbraut í Ármúla, reyndar eftir ég hafa komin út. Þú veist, þú verður atvinnumaður, þú hefur nógan tíma til þess að grúska eitthvað og það er bara hollt fyrir því og en einhvern veginn var það ekki mín leið þar en, þú veist, ef ég myndi breyta ykkur þá myndi ég eflaust breyta því, sko. Já, en maður náttúrulega bara getur ekki gert allt í einu. Nei, sumt er samt bara hollt og gott fyrir mann og þú veist, að því að, þú veist, eins og við erum að ræða núna, þú veist, ég var svolítið heltekinn af þessu og þú veist, þetta hefur bara mótað mitt líf á góðan hátt og, þú veist, tek það fram og, þú veist, myndi ekkert breyta því en stundum bara í dag hugsa ég bara, já, nú, þú veist, væri kannski bara stundum ágætt að stíga alveg til hliðar og prófa eitthvað annað og, þú veist, Já, eiga fleiri en eitt líf. Já, líka bara, þú veist, máta sig við eitthvað annað og, þú veist, og kynnast, þú veist, ég þekki annað fólk, það er ekki það, skilur, en, þú veist, þú vinnur kannski ekki með þessu íþróttasinnaða fólki eitthvað svoleiðis, þetta er, en hérna, ég er nú ekki að falla tíma, vonandi í lífinu, þannig að, þú veist, og hver veit hvað ég gerir í framtíðinni, sko, þetta er líka þannig starf að þú gengur ekki að þið vísu í 10-20 ár. Nei. En sko, hvað gerir maður þegar maður hefur svona ódrepandi áhuga á handbolta eins og þú hefur og þú ert inn í handboltafjölskyldu þú ert ekki alveg með rétta skrokkinn ekki eins og svona skrokkurinn geti best orðið miðað við okkar hugmyndir handbolta líkama handboltamanna á þeim tíma en hvað gerir maður þá? Þá vinnur maður þá hugsar þú ég vinn þá með þá styrkleika sem ég hef og það er ýmislegt í handboltanum sem ég get gert vegna þess að ég er þó ekki 2 og 10, ég er þó ekki meira mig en ég er. Ekki spurning. Og sko, nú ætlum ég bara að segja þér að ég hef ekkert vit á handbolta. Ég hef bara hort á handbolta eins og flestir aðrir Íslendingar í verið stoltur að fylgjast með íslenska handboltalandsliðinu. Við höfum átt frábæra kafla og ég veit ekkert handbolta. En ein af fyrstu minningum mínum við þig, bara í sjónvarpinu, er að mér fannst þú ekki hávaxin og mér fannst þú sem sagt ekki lítið út fyrir að vera 150 kíló en ég tók eftir að hreyfingar þínar voru snöggar og ég tók eftir því sem ég held að kallist undirhandarskot og nú er ég bara að tala hér sem algjör leikmaður sko, ég veit ekki einu sinni hvað hugtök þið notið í handboltanum en mér dettur í hug að þetta segir svona svolítið þig að þú bara svona veltir fyrir þér ok, nú er ég bara, ég sit upp með sjálf mig þennan líkama og þennan haus og svona er ég hvað get ég gert hvernig get ég náð því mesta úr mér var það ekki eitthvað sem plan sem kviknaði hjá þér frekar snemma en það var aldrei samt sko þú veist ég var aldrei stór þannig ég veit eitthvað neður að vera stór og þungur sko þannig ég þekkt aldrei eitthvað annað líka bara upp í yngreflokkana var ég var aldrei eitthvað skrokkur sko þannig í grunninn alltaf bara þekki ég ekkert annað og þú bara þú finnur bara þína leiðir í þessu ég hafði og það er kannski líka eitthvað svona þetta íþróttalega uppeldi sem ég fæ og minningun er svona lagt bæði pabbi og þjálfararnir mínir Boris og Óskar Bjarni og svona í Val það er lagt mikil áherslu á bara að ég noti hausinn sko að ég sé klókur sko og ég sé að pæla svona í umhverfinu öllum í kringum mig og
og það svona leynt og ljóst kannski markvisst svona gerður að einhverjum leikstjórnanda. Já. Og það lagt mikil áhersla bara á það, já, með hvort að þeir hafi séð það í mér eða hvað, og það verður svo, þegar ég er orðinn þessi landsliðsmaður, kannski minn helsti styrkleiki þar, sko. Það sjónin, yfirsýnin. Já, og yfirsýnin kannski bara yfir alla aðra í liðinu. Já. Skilur ekkert endilega, og það kannski var líka, minn kostur og galli, mér fannst bara, því meira sem ég hugsaði liðið heilsinni, því betur nýttist í landsliðinu allavega. Og það svona hafði ekkert endilega með þess að líkamlegu byrjuð að gera, sko, en svo, svo fyndið, sko, mér fannst eiginlega þægilegra að spila móti stærri mönnunum heldur en þeir sem voru jafn stórir og ég. Því þá ert þú bara búin að... Þá ert þú hraðar en þeir, kannski? Já, og þú bara hefur eitthvað annað, skilur, þú þarf líka bara að geta speglað þetta, þetta er kannski óþægilegt fyrir þá líka. Hafa eitthvað minni og léttari, sko. Svona drísil, alveg eldsnöggan. Þannig að það, Fjanda. Á einhverju leiti var það kannski bara kostu fyrir mig, sko, að vera eins og ég var, sko, en ef ég, tekur þetta ennþá lengra, þá hefði ég líka alveg, í dag, hugsanlega, hefði ég æft aðeins öðruvísi og hefði viljað hafa kannski meiri vitneskju það, bara verða ennþá hraðari eða, hefði alveg getað verið sterkari og það eru kannski svona þessar kröfur sem maður lærir að gera sem íþróttamaður, ég hugsa freka bara, ég hefði getað verið duglegri, sko. Samt fannst mér ég mjög duglegur, sko. Og ég held að þú hafi verið það með skilst þá fjölskyldum. Þannig að ég æfði mjög mikið og allt það, sko, en það er ekkert sem ég græt mig ekki til svefn út af þau, sko. Það er ekkert þannig. En þegar maður semst er ekki hávaxnari heldur en þú ert nú samt alveg 1,86, 7. 6 held ég, mestarlagi. Það þætti nú bara fínt í flestum fjölskyldum en þetta er svolítið tröllaukin, hún er svolítið tröllaukin þessi handbolta. Já, og var það ennþá kannski meira þegar ég var upp á mitt besta, þetta er... Ég man eftir liðu Hollendinga sem ég sá í fyrst fyrir nokkrum árum. Þar viltu allir bara vera 1,70 og spiluðu allt öðruvísi handbolta. Já, þróunin er klárlega, þeir eru að minnka. Er ekki? Þú veist, það er hraðinn og það er... handboltinn sem betur fer breytist alltaf og maður þarf alltaf að vera á tánum sem þjálfari svona hvað er að gerast en við sjáum bara okkar landsliðsmönnum með Ómar Ingi, Gísli Þorgeir, Janus, þetta er ekki, þetta er bara strákar eins og ég og þeir fara nálægt í að vera bestu, það er að sitja við hóp með bestu handboltamönnum í heiminum þannig að þetta segi ég sé jákvætt, það sé ekki vera staðla það eitthvað hvernig þú þarft að vera líkanlega sem handboltamaður og þetta er bara dæmi það að þeir hafa bara fundið leiðir og gert þetta bara að trendi í dag eiginlega, að vera litlir og snöggir, sko. Meðan kannski þessi svakalegu risar eru bara, ég segi nú ekki undanhaldi en þetta er ekki eins og það var að það var verið að sækjast meira í það. Hvað heitir hann línumaðurinn að einhverju Austur-Evrópulandi síðasta móti sem að hann er örugglega 150 kíló og 220. Ungur, það er bara nýti. Ég meina þú veist. Það er þetta pláss fyrir þannig með. Já, einmitt, þetta er gott, þetta er orðið, kannski þetta er orðið meiri blöndun. Já, einmitt. Og ég sem landsliðsþjálfari var alveg til að hafa 150 kíló mannin á línunni, það er ekki það, þannig að þetta er alltaf með en þessir, þessi minni skrokkar, þeir hafa rúmlega glugg í dag, þannig að það er bara gott. En nú er þetta ágiskun hjá mér, sko, þú ert sem sagt alinn upp svolítið sem leikstjórnandi og augað og yfirsýnin verður snemma þinn styrkleiki en svona þegar þú ert að æfa einn og sér út einn í húsinu og kemur fyrstur á æfingun og fer síðastur, sko, ég veit að það var svoleiðis gaur, sko, að þetta sem ég nefndi áðan með undirhandarskot og eitthvað svona pældur svona aktíft í því hvað get ég gert? Já. Það er klárlega og það er líka bara þjálfun sem ég fæ og eflaust það er kannski ekki alveg þarna því lítil en ég man eftir að þú nefndir undirskot, það er rétt ég var með svona
það var mitt svona go-to dæmi og það var ekkert sagt við mig sko að hafðu einhvað svona sem þú ert bestur í þú veist, og svo kemur allt hitt þannig að þú veist, fyrir það sem þekkja handboltan þú veist að stökku upp og skjóti yfir ykkur að 2 metra gaur að var aldrei að fara að vera mitt þannig að ég þurfti að finna leiti þess þannig að þú veist ykkur svona smugurskot varð mitt svona mitt dæmi og ég þurfti bara að mastera það og ég man enn eftir leikköflum bara fyrir einhverjum áratugum líkum við að segja það sem ekkert gengur hjá íslenska landsliðinu í sóknarleiknum og þú ert þarna á miðjunni og þú bara raðar inn mörkum með þessum undirskotum það getur verið það var bara hitt fast já, þú veist þannig að það var bara mitt einhvern veginn og þú veist þarna bara, þú veist, góðið, þetta bara einhvern veginn þú finnir bara leið það alveg, það ekkert eitthvað þú veist, einhver staðar í lífinu bara eitthvað risa veggur sem mjög erfitt að komast yfir eða framjá en bara þú veist, bara í þjálfun, íþróttum, öllu öðru sko, þú veist, þetta var kannski ekki mótlæti en þetta var samt einhver hindrun sem þú veist, sem þetta bara snýst að finna einhverju leið framjá sko og hérna veist, það gerist aldrei á mér og það er heldur ekki eitthvað option að fara veist, fyrir saman hvað handboltamann það veist, einhverju tímapunkti bara vextinum lokið og þá getur ekki fara að leggjast niður og væli við því að það vanti 10 cm og það sé ykkur líkill að því að vera góður í handbolta það er bara þá ertu bara komið með eitthvað tól sem er líka minn og þú bara vinnur með það og finnur út úr því og svo bara eins og oft veist, verður einhverju típa leikmanni veist, ég get að límita með það að mínir þjálfar hafa bara séð það og veist, það er eins með þetta að vera klókur og nota hausinn og svo bara þér beint í ykkur ákveðna átt og svo var það mitt kannski þú veist að bara að drilla það og æfa mig því sem ég gerði og alveg rétt, ég var, þú veist, varst gaman að mæta aukaæfingar og mæta fyrir og fara seint og nýtti þann tíma sem ég hafði bara í þetta en þá ertu kannski eitthvað búin að mata þig af einhverjum verkfærum sem þú getur notað og það er náttúrulega bjóðið vel sko og á náttúrulega bara val og þessi þjálfuðu mér náttúrulega mikið að þakka hvað það var það sko. Ég veit ekki hver pabbiðinn ýkir mikið þegar hann segir mér stoltur sögur að þér því við erum öll stolt að þér á 3 mánuðum á einhverju aldurskeiði þá náðurðu einhverjum svona mjög miklum árangri með að vinna með eigin líkama hvað satt og logið í því svona bara hvernig þú tókst sjálfa þig í gegn hvernig þú þyngdir þig Já, ég veit ekki 3 mánuði, ég man það nú ekki hann man það örugglega betur en ég og ég held að sé nú ekkert að ljúga því sko hann man þetta allt einhvern veginn og man mikið þegar kemur í íþróttum það er margsinnis sann að segja þetta bara svona, þetta ekki bara partur af ykkur svona þroskaferli hjá manni sem handboltamaður ég var búinn að segja þetta var einhvern veginn þetta var eiginlega of skýrt í hausnum á mér að ég ætlaði bara að vera atvinnumaður og auðvitað hafði maður einhver hugmynd það hvernig maður þyrfti að vera það ég vissi alveg ég þyrfti að æfa og fórna einhverju hlutum og fannst það aldrei erfitt og svo bara á einhverjum tímapunkti þú veist þegar þú ert á einhverjum aldri 15, 16, 17 ára og þessar styrktaræfingar fara að taka yfir og einhverjum tímapunkti þú ert að fara í einhvern meistaraflokksbolta þá þarftu bara að fara að sinna þessu og ég gerði það bara eins og öðru Þyngdur þig Ég fór bara að lyfta og örugglega setja okkar kreatín og Hvað þyngdur þig mikið? Ég man það nú ekki, man nú ekki svo vel hvað þetta var nákvæmlega mikið sko En maður heyrir stundum núna sko hann þarf að þyngja sig 30 kíló Já. Og hvernig gera menn það? Þetta er nú yfirleitt sko ef við einföldum þetta eins mikið og þetta þú ert að duðlegur að lyfta og borða mikið og borða rétt Borða mikið það er bara Rétt Þá er þetta aðalega til þess að þú sért bara meiri fyrirstað í vörnin það verði ekki hægt að komast í gegnum þig Já, í rauninni sko þú veist, þetta er Þú ert svona hálfur maður og hálfur bara svona sófi Já, ég meina, þú veist, í dag þetta eru það munar kílóin þú ert í svona kontaktsporti og þú veist, þetta eru endalausar ára þú veist, þetta er
Þetta jaðra við bara líkamsárás hvernig má taka á sumum mönnum og þetta engin... Og þetta svo dularfull íþrótt að það má brjóta og nú það bara mat hvers og eins, dómarans og þú veist bara hve illa ert að brjóta til þess að við ætlum að flauta. Kontakturinn bara gigantískur og þetta eru bara... Maður skilur ekki fólk sem tekur þátt í þessari íþrótt. Þannig að það segir sér sjálft, þú veist að þegar þú ert að fara vaða á 100 kíló skrokk þá það munar kílóin. Það er betra að vera 85 kíló heldur en 70 kíló. Svo bara einhver sem kannski bara að náttúrun hendi, strákur sem 16 ára í dag, hann verður eftir þyngri þegar hann 20. Sama hvað hann gerir, en svo þetta bara að styrkja sig en á sama tíma kannski að gera það rétt og vel. Ég held að það sé líka kunst og ég var heppinn með það, þú veist, á mínum árum bara í Val. Mér er bara kennt að lyfta. Og það aftur, það er Óskar Bjarni og sá dásamlega umdeildi maður Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari. Hann er í Val og tekur ykkur ástfóstri, er vinur Óskars og vinur okkar í dag bara og hann einhvern veginn, ég veit ekki hvernig það atvekast, en hann fyrir að þjálfa okkur í handboltanum. Ég er körfuboltaþjálfari og leikmaður hann á sín tíma og eitthvað bara, við erum hann þessi góði flokkur og hann eiginlega kennir mér að lyfta. Kennir mér bara ólympískar lyftingar, kennir mér bara hvernig á að gera þetta, hvernig á að, lætur mér bara okkur strákana bara, við keyptum okkur bók, skrifum niður hver einustu æfingu, hver einustu þyngd sem við lyftum og þegar við gerðum kíktum á það og ekki bara var hann að kannski að kenna okkur hann var bara svona að kenna okkur þetta utanumhald, fylgjast með hvað þetta gera, sjá prósessin hjá það sjálfur og þetta fannst mér bara sjálfsagður hlutur á þeim tíma. Ég hugsaði bara þetta er bara no-brainer að gera þetta og ég held alveg ég hafi verið mjög coachable og ég er svona og mikið svampur, ég soga þetta bara einhvern veginn í mig og fannst þér þetta aldrei leiðinlegt? Nei, það er nefnilega eitthvað, mér fannst þetta bara aldrei leiðilegt. Áhugavert. Og já, það er mjög áhugavert. Þarna einhvern veginn, en kannski líka, mér fannst ekki, ég var ekki námsmaður, og mér hlakkaði ekkert mikið til kannski alltaf að fara í skólan og það var kannski alveg óöruggur þar. Þetta var svona kannski bara mín búbla, sko. Já, sjálfsmyndin þín er þarna. Já, þarna bara náði ég svona, ef ég hefði áhyggjur af einhverju í starffræðinni eða einkunnunum mínum eða bara einhverju öðru, sko, þá einhvern veginn þarna bara var bara einhver búbla og það komst bara ekkert annað að, sko. Og einhvern veginn náði bara, ég veit ekki hvernig ég hafa lýsað þessu, bara eitthvað svona smá einhverfa, sko, en þarna einhvern veginn bara truflaði mig ekkert, sko. Já, þegar þú notar orðið einhverfa þá ertu sennilega að gefa í skyn, sko, hvað þú náðir brjálæðislegum hyperfókus á verkefnið. Já, alveg. Og einhvern veginn, og það án þess að hafa eitthvað fyrir því, sko. Já. Og eins líka bara í handboltanum sjálfum, í leikjum einhvern veginn og mér fannst ég aldrei sem leikmaður tapa rónni. Ég er allt öðruvísi skapgerð sem þjálfari heldur en nokkuð tíma leikmaður, sko. Aldrei reikin út af fyrir kjaft og eflaust, ég fekk nú alveg eitthvað, ég var náttúrulega ekki varnarmaður, mjög seint talinn góður þar, sko. Þannig að ég fekk ekki að vera, ég var bara laminn og svo fór ég út á og fekk ekki að svara fyrir mig, sko. En nei, það er einhvern veginn, auðvitað, mamma tapsár og ég er ekki að segja það og eflaust ærst sig og eitthvað svona einhver leiti með stjórnarskapinu sínu eftir leikinn í klefa, sko, en svona í mómentinu, í leikjum, þá fannst mér ég einhvern veginn auðvelt bara að halda yfirsýn. Sama svona hver staðan og spennan var og hvað var undir, þá leið mér oft bara vel í þannig aðstæðum, sko.
Sko þegar þú ert 15-16 ára gamall þá náttúrulega veistu ekki og enginn veit það að þú átt bara þú átt eftir að verða einn besti handboltamaður í heimi en hvert fyrsta skrefið í því og hverjir eru svona helstu áhrifavaldar í þeim efnum? Erlendis? Já, hvað eru þín fyrstu tækifæri? Sko, þetta einhvern veginn þetta kannski svona blanda mörgu. Ég náttúrulega það náttúrulega uppeldi sem ég fæði Val svo þegar ég tekin inn í meistaraflokk þetta svona helst allt í hendur. Geir Sveinsson kemur heim úr atvinnumennsku og fer að þjálfa Val. Já. Og gefur okkur og mér mörgum ungum tækifæri bara alveg fáralega ungum sko. Ég er bara 17-18 ára því ég er orðinn bara fyrst í miðjumaður í Val og fljótlega gera það með að fyrirliða. Já, það var mjög áhugavert Val. Já, hvernig fannst hinum það? Í minningunni, sko, mér minnir hann hafi bara gert smá kosningu líka sko. Já. Það er svona og einhvern veginn er í Valinn fyrirlið og ég hafði ekkert endilega þroskan í það, skilurðu og gerir mér heldur ekkert endilega kannski alveg grein fyrir því hvað er að vera fyrirlið í meistaraflokksliði, en hann gerði það samt og gaf mér þetta traust og það er bara einn af þessum hlutum sem ég bý að í dag. Já, ég trúi því. Og að vera bara hann að blauta bak við eyrun og þurfa aðeins að gera það. Og svo gerist þetta svona koll af kolli sko, ég bara spila mikið þar og hvernig ég, þetta er svo einhvern veginn, já ég kemst inn í landslið, fæ mína fyrstu landsleiki þegar ég er heima á Íslandi og þar eru Dagur Sig, Óli Steff, Patrik Jónasson, já, og það er svona, og það eru Ólympíuleikar 2024 í Aþenu. 2004? Já, fyrir ekki, 2004. Þá og það er svona í kringu það sem ég er að komast inn í landsliðið og þá einhvern veginn tek ég eitthvað tímabili fyrir þessu Ólympíuleika. Þá er svona eitthvað svona, finnst mér ég þurfa komast bara í sterkari deild, vera atvinnumaður til þess að komast það inn í landsliðið sko. Og þá er ég bara búinn að taka ákvörðun held ég áður en tímabilið á Íslandi byrjar. Það sé bara með þess að fyrir sko bara að þarna ætla ég út. Já. Og svo bara í gegnum Dag og Óla fæ ég einhvern umboðsmann, Þjóðverja sem þeir voru með. Já. Tengsli við þá sem að opna. Já. Þeir benda honum á mig og segja ég sé bara ungur efnilegur strákur og hann tekur mig að sér og svo umboðsmaður sem ég notaði bara minn feril sko. Já. Þannig bara svona verður það til sko. Þetta svona eitt leiðir að öðru í rauninni sko. Búinn að spila meistaraflokksbolta í ykkur 3 ár og fær þína fyrstu landsleiki og það er svona annar svona lykil póstur kannski í mínum ferli og bæði sem bara atvinnumaður og landsliðsmaður og það er Gummi Gumm. Já. Hann velur mig fyrst í landsliðið og sama eiginlega og gerist hjá Geiri í Val sko, hann einhvern veginn, hann sér eitthvað í mér sko og gefur mér traustið alveg ótrúlega snemma og mikið og strax á mínu fyrsta stórmóti, EM í Slóvení sko, voru hann ekki góðið þar sko og hann eflaust jarðaður þar eftir það mót sko en þar spila ég bara alveg ótrúlega mikið sko og einhvern veginn og kemst á þessu Ólympíuleika og verður byrjunarliðsmaður þar og eitthvað svona og það er uppað og hann á rauninni það bara og gerir mér rauninni bara að miðjumann í landsliðinu sko, nummer 1. Sko félagsliðin þín þarna utan landsteinana, ég var aðeins að skoða ferilinn, getur ekki verið að þetta séu 7, 8 Jú, ég manna ekki, þau voru aðeins mörg bara, við minnst með ekki sko. Það er Frakkland undir að síðast, er ekki? Þar áður Þýskaland og Danmörk. Já, ég er örugglega 6 ár í, já, ég er svona 6 í Danmörku, 5 í Þýskalandi og 3 í Frakklandi. Já, einmitt. Þannig að þú ert tungumálamaður í dag? Nei. Er það ekki? Lærir maður ekki tungumál? Jú, ég kann dönsku og þýsku. Já. Franska var erfiðari. Já, ég trúi þinn á það. Og ég hefði ekkert þurft mikið lengur til þess að vera svona, ég var alveg farin eitthvað aðeins
En svo bara svo með allt og svona riðgar, en ég get alveg, ég les dönskuna og þýskuna og fylgist með boltanum þar og ef ég hitti Dana þá tala ég bara dönsku við hann og Þjóðverja þýsku sko, þannig að... Það eitt sem ég hef glemt að spyrja þig þegar þarna komið sögu áttu þá konu eða kærustu? Já, það. Hvernig kynntustu henni og hvenær? Hvaða konu? Hallur. Talandi að sko að handboltinn hafi svona mótað mitt líf sko, þá kynnist ég náttúrulega konunum minni í Valsheimilinu. Auðvitað, já, og ég held að við byrjum saman í 9. eða 10. bekk sko. Þetta bara æsku ástu mín og ég var ekkert að flækja það heldur sko. Þannig að já, við bara... Hvað heitir svo hérna? Hún heitir Marín Madsen, hálfdönsk. Hún var bara í boltan líka, var í meistaraflokki alveg í Val og unglingalandsliðum og bara eins og gengur og gerist, hún misti áhugann, ekki ég. Þú veist, og hún á, ég veit ekki hvað ég þakka, þú veist, bara, en að hafa fengið bara, að það bara kynnast konur sinni svona snemma bara, finnst mér bara að hafa verið bara forréttindi sko og hún hafi bara fylgt mér allan þann tíma og fórna náttúrulega fullt af hlutum einhvern veginn og flext með mér alla Evrópu og milli liða og... Fékk hún ekki eitthvað í staðinn? Jú, þetta er hún með tungumálin og bara upplifun að búa erlendis og hún náttúrulega upplifir mitt mótlæti alveg mikið. Þetta er alveg álag og þetta er alveg erfitt fyrir hana, einhver óvissa eða þegar maður er lélegur og er að fara upp þessar brekkur og er kannski mislindur heima fyrir og allt þetta sko, þannig að en einhvern veginn, það var aldrei heldur einhver svona hik á henni og Hefur það verið vandamál hjá þér að vera svona moody, mislindur? Ég veit ekki hvort ég sé rétti maðurinn að eflaust einhvern tímann, já. Einhvern tímann verður þetta kannski of mikið og maður tekur þetta of mikið heim og þetta er sem meira sem þjálfari og kannski starfið sem ég er í dag hefur töluvert meiri áhrif heima fyrir heldur en kannski önnur störf sem ég hef haft í þessu sko. Það, við flýjum það ekkert og ég vissi það svo sem alveg og það er kannski bara partur af því að þú tekur að því svona starf, að fólk hefur skoðanir á því og eins bara, eins og strákurinn minn elsti, hann fylgist með við þessu, er í handbolta og þetta hefur þetta áhrif. Hann Bjarki? Já, það er svona, það er, ef þetta, ef við getum farið nú einu í annað, þá gerum við það bara, það er kannski svona, það er eina svona sem ég fannst erfitt sem landsliðsþjálfari núna í janúar síðastliðinn, sko, það var synir okkar enda voru leiðinni til Ungverjalands, á Balaton og gengið var bara eins og það var, það var upp og niður og ekki nógu gott og ég svo sem pældi aldrei eða varð aldrei, þar er ég góður bara. Ég næði sonum út úr þessari umræðu, en svo svona heyrði ég sko í gegnum konunum mína, hann var svona ekki eins spenntur að fara. Og hann hefði verið í öll hinskipti, sko. Það vissi ég nákvæmlega bara hvað það var, sko. Og þá var hann bara að fara út í handboltamóta sem er í náttúrulega umræðan og allt það og það var svona, en svo fór hann bara og það var bara frábært hjá honum og ekkert vesen og en það, ég man það í janúar, það fannst mér vont þegar ég svona fann það, en svo kemur kem ég heim og þá sé ég bara hvernig ástandið er og hvernig fjölskyldulífið hefur verið á konunni og þá gerir þú grein fyrir því að þetta er erfitt bara fyrir aðra heldur en eitthvað því sjálfan, sko. Þú ert bara þarna í einhverju búblu í stórmóti og situr undir hausinn og svo tekur þú höggi bara þegar þú kemur heim, sko. Þetta er sennilega það sem er alverst við fámennið á Íslandi, sko, að
mörkin eru ekki alltaf ljós Nei. hjá okkur, hvað er við hæfi og stundum eru aðstandendur og börn dregin inn í atburðarás foreldrana sem ætti náttúrulega aldrei að vera. Nei, svo það kannski bara, þú veist, við viljum að landsliðið sé þessi við sem gera kröfu til okkar og við viljum að þetta sé, ég vil að þetta sé þetta mikilvægt fyrir alla í janúar og þetta sé þetta mikið hæp, sko, ég myndi ekkert vilja hafa það eitthvað öðruvísi en þetta er þetta, en þetta er eflaust í öðrum geirum í Íslandi líka, það er stöðugt að vera að skamma þjóðmálafólk og Já, ég get sett á borðið, sko, sérstaklega þegar ég bjó fyrir norðan á Akureyri og, sko, var blaðamaður og var að skrifa mjög harðar fréttir og gagnrýnar fréttir hjá mjög aggressífum fjölmiðli. Það kom oft fyrir að börnin mín þurfti að gjalda fyrir það og konan mín. Og það finnst manni náttúrulega mjög erfitt og það er algjörlega óafsakanlegt og það er eiginlega alveg sama hvernig okkur líður með hvort annað við þessi fullorðnu, við látum börnin í friði og aðstandendur og hérna. Það er, þú veist, þannig en ég hef ekki lausnina fyrir því hvað það varðar og ég er ekki viss að það breytist mikið og en svo kannski, þú veist, þetta var náttúrulega bara mitt fyrsta stórmót sem þjálfari og nú held ég að þetta verði eflaust allir verða aðeins sjóaðari og meðvitaðir Já, ég ætla einmitt eins og þú sagðir, sko, ég ætla að koma aðeins betur að því seinna. Svona samtímanum. En sko, er þitt stærsta augnablik á ferlinum Snorri Steinn Guðjónsson, landslíðsþjálfari? Það er ágætt að rifja upp heitið á þér því margir fylgjast með okkur í gegnum útvarp og eru kannski bara koma inn í miðjan þátt. Var þín stærsta stund sem handboltamaður þegar þú varst kosin í lið Ólympíuleikana og Ísland kom heim með silfur við, að mér skilst, fádæma fögnuð landsmanna? Ég var reyndar fyrir norðan, tók ekki þátt í gleðinni hérna. Var þetta sem var allstærst? Já, þetta er stærsta minningi mín. Engin spurning, sko. Varstu marka hæstur? Í liðinu á íslensku, já. En það, þú veist, þetta einstaklingsdæmið var einhvern veginn ekkert eitthvað. Það var ekki það skiptumáli? Nei, það er gaman, það gílar alveg, sko. Það er alveg gaman að vera, meira þess eftir á líka, þú veist, að hafa verið í liði mótsins og hafa náð því, sko. Það gílar alveg, sko. En akkurat þá er ég einhvern veginn ekki, þú veist, en það er, þetta er þetta moment þarna, þú veist, ef við fáum medaljuna og þessi heimkoma alltaf, en það er ekkert endilega það eitthvað, þú veist, að ég lít tilbaka. Það er ekkert eitthvað, ég fer ekkert á Arnarhól, sko. Það er ekki, ég fer ekki pæla í því, sko. Heldur einhvern veginn, við náðum hérna heilu sumri, þetta eru, þannig að komið kjarni í liðið, þetta voru vinir mínir, sko. Þetta eru bestu vinir mínir í dag, margir hérna, Robbi, Ásgeir Örn, Arnór Atla sem er með mér í landsliðinu, Óli Gauji, bara ég geti haldið áfram, sko. Það er hættulegt að maður fyrir að nafngreina með, þá gleymir maður, sko. Að einmitt þetta, þú veist, þetta ferli að ná einhverju dóti, sko, og þetta er alltaf smá öldusjór hjá okkur í handboltanum og sem mót og eitthvað svona. Við vorum bara búin að fara, það vorum búin að myndast kjarni, við vorum búin að fara í gegnum ákveðna hluti og það voru ekki vombri, við vorum grátlega nálægt í HM 2007 að komast í undanúrslit þar og vorið sem sagt við komast á Ólympíuleikana þá missum við sæti á HM líka óvænt og bara lélegt, það gleymist mjög oft, sko. Það var svona skíta hjá okkur að að bara, þetta verður einhvern veginn meira þessi minning, sko. Að hafa myndað þessi bönd og hann kjarna og eitthvað sem líka bara íþróttir gera, þú veist, það er að fara, ferði í ykkur orrustu, þetta fari í svona mót og með ykkur markmið og þessi sameiginlega upplifun. Það einhvern veginn, og þjóðarstolti blossar upp. Svo er þetta alveg, þú veist, á allir eftir leið þótt að þetta endi með silfrinu á Ólympíuleikunum, þá er þetta á einhverjum stöðum er þetta alveg erfitt og það er alveg átök og
þú veist, Gummi þarf að velja ólympíuhóp og skilur ykkur eftir og þú veist, fram á því eru kannski ykkur að æfa sem svo, þú veist, þannig að það eru þeirra mestu vonbrigði kannski á ferlinum inn í okkar, þú veist, gleði, þú veist, eða vegferð, sko, þannig að það bara, þú veist, þessi svona minningi heildsinni, sko, þú veist, og svo einhvern veginn, þú veist, ég man ekki rosalega mikið frá ólympíuleikunum, sko. Nei. Þú veist, og ég man... Þú varst góður? Já, ég horfði á leikina. Já, frábæru. Já, svo fyndið, svo kom COVID hérna árið. Og þá var ekkert, þú veist, það var allt lagt niður og ekki neitt að gera, en þá fór RÚV að sýna svona gamla leiki. Já, alveg rétt. Og það bara fyrsta skipti sem ég... Horfður á þetta síðan. Já. Og ég náði að æsa mig. Var það? Já, þú veist, og ég bara, þú veist, kona segir bara allir inn í vinn, bara svona, þú veist hvernig leikur fyrir það ekki. Já. Og ég var bara, þú veist, þá var það undanúrslitin, sko. Eitthvað og skildi ekkert, þú veist, ég var eitthvað, fannst Gummi að verið allt og lengi að taka eitthvað leikli og við, svona, þetta var hann að við vorum eitthvað að fara að klúra þessu, þú veist. Þannig að ég náði í alvörun að verða stressaður á leik sem bara var 10 ára gamall eða eitthvað, sko. Það var fallegt. Hugsaðu hvað hefði gerst ef leikurinn í sjónvarpinu hefði svo farið allt öðruvísi heldur en í þínu minningu og hefði tapað leiknum sem þú hélst að þau runni. Það hefði verið vonbrigði. Mitt stærsta íþróttamóment hefði verið farið. En já, þetta er, þú veist, þetta er klárlega skemmtilegasta minningin og líka bara því að Svo var hann í heimsliðið, það ekki annað í kjölfarið? Jú, þetta er á þessum, þetta er svona 4 ára kapli kannski, þar sem við erum hvað bestir. Sólin skín bara á því frá móti kvölds. Ég segi það nú ekki, en hún segir svona hvað þetta er svona fyndið, sko, því að, þú veist, þetta er svona, frá 2007 þannig að við missum þetta grátlega frá okkur og til kannski Ólympíuleikanna 2012. Þetta er svona okkar blómaskeið þarna, það eru 2 medaljur og við erum að berjast að okkur líður bara þannig að við getum unnið mótin, sko. Hvað svona þessi íþróttahugsun getur verið brengluð, sko, en ég hugsa oftar heldur en kannski, ég hugsa oftar við hann getum unnið meira, sko. Heldur en að vera eitthvað þakkláttur fyrir það sem ég vann, sko, eða fengum, sko. Það er náttúrulega eitthvað í eðli afreksmannsins að verða aldrei saddur, að vilja vera aldrei alveg ánægður, vilja alltaf átta sig alltaf á því að þú getur gert enn betur. Já, og það er náttúrulega beauty og það þarf að vera þannig, þú veist, ef þú ert saddur þá yfirleitt þarftu bara að hætta. En þú veist, þú getur ekki breytt ykkur sem gerðist, en þarna voru við bara góðir og þú veist, við hefðum svona, þetta er þetta bara, þú veist, við höfum bara unnið 2 sinnum medalju. Jú. Þannig að þetta er líka kannski smá hroki að ætla til þess að hafa fengið eitthvað meira, en þetta er íþróttan, þið langar bara meira og það var eflaust einhvers staðar pínulítill gluggi. Þú ert 8 ára, 1989, þegar við unnum hérna B-keppnina og það var bara látið eins og sko aldrei hefði önnur eins þjóð í heiminum unnið eins stórt íþróttaafrek, ég man það mjög vel, sko. Já. Þetta er náttúrulega, við erum ótrúlega mikil krútt þjóð stundum en þarna vorum við komin í, sko, þetta er náttúrulega snýst svo mikið og við kannski komum aðeins betur á því og eftir nú þegar hérna ég ræði við sem landsliðsþjálfara, en þetta snýst náttúrulega bara svo mikið ímynd, sjálfsmynd, hugmyndir okkar sem þjóð. Við erum einangruð, fjarlæg, skíta veðri, lengst norður í Ballarhafi og við erum svo heppin að þarna er íþrótt sem við getum eitthvað í, það er handbolti og þú ert náttúrulega með okkur öll á herðunum, sko, bæði sem leikmaður og ekki síst þjálfari núna og þannig að það er líka eitthvað svona auka álag, gæti ég trúað, sko, fyrir hérna okkar mestu handboltakempur í sögunar ás núna. Þú veist, þetta, maður veit ekki nákvæmlega hvernig þetta er í öðrum löndum, sko. Nei, en þú veist, pressan er alveg eflaust einhvers staðar og þetta, þú veist, stundum svona, við erum stundum bara að vera svona eins og Bretarnir þegar kemur á fótboltalandsliðinu, sko. Já. Við erum svolítið þar, sko, en mér finnst þetta bara einhver leyti skemmtilegt og
og bara eins og hvernig þú lýstir okkur hana sem þjóð bara ágætlega við sko en samt höfum við bara þessa trú bæði bara við í liðinu og þjóðin á handboltaliðinu, fótboltalandsliðinu þess vegna sko það bara allt vitlaust að þeir séu mikið á stórmótum í fótbolta sko líka við sko sem eiginlega ótrúlegt en það er samt ef við snúum þess aðeins við það eitthvað þarna í þankaganginu sem gerur okkur að þessu bara að ná þessu og trúa og við vinnum stærri afrek en ella vegna þessu við tekum bara Noregur í fótbolta sem við tekum bara hans fótbolta þeir eru ekki inn á stórmótunum heldur sko en eru frábærir í alls konar íþróttagreinum og hauga seðlum til þess að styrkja sitt íþróttafólk eitthvað sem við bara höfum alls ekki og er bara óboðlegt hérna heima hvernig staða því sko en samt sko viljum við bara medaljur í handbolta og fótboltalandslið okkar séu öllum mótum og við séum með fleiri þáttangutur á ólympíuleikum og sem séu að ná betri árangri og það líka náttúrulega, við heldur ekki gleyma því sko að þetta eitthvað í eðli okkar sko að vilja að ná árangri og vera ekki vera að halla okkur eitthvað það notað sem einhver hækju að við séum fámenn eða veðrið sé vont og allt þetta sko þannig að í öllu þessu við getum kallað það bara mótlæti sko að vera ömurlegt veður og út í ballarhafi sko þá erum við samt að gera alveg fullt af íþróttafólki og ná bara merkilegum árangri á fullt af stöðum sko en samt bæði og til dæmis að ólympíuleikunum getum við ekki neitt alla jafna við erum undir meðaltali sko þótt þú gerir ráð fyrir þótt þú takir höfðafjöldan inn í reikningin en það er eitthvað með handboltan sko er það ekki af því þú veist að tala þjóðareðli að hjartað sko krafturinn, ástríðan íþrótt þar sem það er matskent hvenær þú brýtur aður og hvenær ekki íþrótt þar sem að mér dettur í huga að jafn margir leikir vinnist á hjartanu og á tækninni og á hæfninni ég veit það ekki, þú getur kannski sagt okkur það en sko það er eins og handboltinn hendi íslenska þjóðarkarakternum svolítið vel út af að við erum herlaus þjóð við erum agalaus þjóð en við setjum allt hjartað í þennan handboltaleik og við berjumst upp á líf og dauða hvort sem við erum inn á vellinum eða upp í stúku eða bara heima við sjónvarpið orðin kolvitlaus við heyrum kannski, við erum að passa barnabarn við erum að horfa á einhvern landsleik í stofunni og við gleymum okkur alveg og allt í einu föttum við það að barnabarnið er farið að háskæla vegna þess að við stöndum á orginu bæði amman og afinn þau standa á orginu barnabarnið er háskælandi og sko þetta er alveg stór magna það er þetta það, svona þú lýsir þessu svona sko þá er þetta, og ég hef ekki skýringar á þessu hvað það er sem handboltinn hefur fram yfir alveg þeirra hvað þetta var það sko en þetta hefur bara einhvern veginn þetta er náttúrulega eitthvað þróun skilur sem bara hefur verið bara fyrir mína tíð en ég man bara sjálfur eftir þessu svona að lýsa bara þetta náttúrulega er pabbi tengdur landsliðinu á sínum tíma og en ég man ekki neitt annað heldur en kannski eðlilega sem handboltamaður að bara fylgjast með einhverju einasta stórmóti og einhverjum einasta landsleik af ástríðu sko og það er eitthvað sem maður finnur vel fyrir í janúar að þetta er grafið í þjóðina þar fyrir undan náttúrulega erum við heppnir að þýletunni til að þetta er í erfiðasta mánuðinum á landinu sko þannig að fólk hefur svona einhvað þess að vona að gangi vel og svo fer þetta bara alls konar og núna þarf þú að sitja undan þeirri ábyrgð í sko svartasta mánuðum þeir eru mestar sko, þeir eru kannski hvað mestar líkur á kraftaverkinu sem að rífur okkur öllum þá ertu líka að þú ert bóinn ef ekki gengur vel það er hárrétt sko aðeins áður en við komum inn í þetta nýja hlutverk þetta að vera landsliðsfyrirliði
Mér fannst þú hætta frekar snemma í landsliðinu. Mér fannst þú svona að þú gefur út að þú veist bara hættur. Já. Þú hefur alveg getað verið lengur þegar. Já. Af hverju hættur þú svona snemma? Það er bara eins og þetta gerist bara allt í einu. Og veist, sko þetta er einhvern veginn, þetta ásér held ég, á ekki bara að fara yfir þetta? Jú. Já, við erum búin að vera á svona flakki fjölskyldan. Já. Eitthvað og ég hef skipt lið og þetta byrjar eiginlega sko 2000, þú veist, þetta er smá vesen, en þetta verður líka kannski besta tímanum mínum erlendis. Okay. Og þetta er þannig að ég er í G&G og Gummi nýtt ekki við því sko. Sem er danskt lið. Já. Rótgróið lið og þú veist bara ég veit ekki hvað eitt af sigursælustu liðunum í Danmarku og frægt fyrir alveg alla góða leikmenn og svona, en allavega ég er búinn að vera þar í 2 ár og á 1 ár eftir að samning. Meira þess að byrja að tala um að framlengja og okkur leiði bara alveg ótrúlega vel. Og síðan bara einhvern veginn mjög óvænt fyrir okkur leikmennina, eða það liði í fjárhagsleikjum og ég er eiginlega svona, mér langaði ekki að fara. Nei. Þú veist, ég ræni eitthvað Löfven vildi fá mig þá. Og en G&G neyðist þess að selja mig og ég bara fer þar bara rétt, bara fyrir tímabilið, þú veist, sem að byrja. Það var svona, mér fannst það leiðilegt. Þannig við rifum okkur öllu upp og fórum á 1 ár til Löfven. Og þar kynnist ég sem sagt, sá sem á það lið, átti líka danskt lið sem þá er í annar deild. Þetta er svona skarkgriparsalli og milljónamæringur og var bara að leika sem einhver 2 handboltalið. Já. Og leiðu ég fyrir í Löfven og bara er það með Óla Stef og Gauja og þá byrjar hann strax að tala um sko að ég færi til Kaupmannahafnar eftir ár. Þannig að það byrjar svona þetta hringlinn, ég vildi fara til Kaupmannahafnar og þannig við endum þar eftir árið, að rífa okkur aftur upp frá Þýskalandi eftir 1 ár þar með Bjarkáka þá 1 ás eða eitthvað, 2 ára, ég manna ekki 2 ára og förum þá til Kaupmannahafnar og þar svona tekum við svona svindltími. Það er svona, þetta er bara svona alvöru ofurlið, bara alveg 2-3 heimsklassamenn í öllum stöðum og vinnum alla leiki og förum í seinna árið Final Four í Champions League og eitthvað svona og bara ótrúlega gaman. Og leið vel og Arnór Atla var þarna, Gaui og Óli komu seinna árið og það er bara, þetta er svona svindl. Það er bara, skarkgriparsalinn gerði það verkum, þú veist, bara bjóst í Köpen, á góðum launum og frábært lið, góð stemning, bara nefndu það. Nefnum hvað á Ólympíuleikunum 2012 í London, bara á leikdegi eða eftir leik Ísland-Túnis, þá bara er því þrumið andlitin á okkur að það sé búið að loka búlunni. Og bara, þannig að við stöndum hana nokkrir atvinnulausir og það voru nýbúin að framleikja mér við það lið og það einhvern veginn svona eftir að þá hafði þetta bara áhrif á mig. Það bara farið svona, ég var svona þarna byrjaði svona, nú nenni ég þessu ekki. Fór úr þér vindurinn bara. Já, og ég var lengi að svona, fór aftur bara til G&G þá mitt lið sko hana, sem voru ekki eins góður og þeir höfðu verið og ég var svona bara eiginlega í 2 ár var ég svona, hvað á ég að gera sko. Eitthvað svona, þessi svona, kannski fyrst þarna var þetta ekki eins gaman. Neistin var aðeins svona, en einhvers staðar í þessu mótlæti þá ákveðu að fara til Frakklands. Bara, víst, þetta svona, bara í minningun er þetta bara svona, einn daginn kem ég bara til Marina, konan minn og segir bara, við þurfum að gera annað, fyrir bara heim og hættum þessu, ef við tökum meiðsla í viðbót. Og úr Frakkland, við flyttum þangað, Bjarki minn þá búið með leikskólagöngun í Danmörku, byrjaði bara í skóla í Frakklandi. Ágrátnandi náttúrulega skildi ekki orð sko, þannig að við, og það einhvern veginn, þá er ég bara komin á þennan aldur og ég er svona, ég sagði bara sjálf mér, ég ætla ekki að vera þessi leikmaður sem ég var í landsliðinu, ég ætla ekki að vera þessi klóki leikmaður og ég bara ákvað að hafa meira,
skjóta meira og leika meira sko. Já. Og leið bara einhvern veginn alveg ótrúlega vel í Frakklandi sko. Sérstaklega fórum 2 ár suður Frakklands, byggum þær í lokin en þá samt einhvern veginn farið svona toga í mig að koma heim. Það svona, þú veist, þetta fræ, það búið að sjá því sko og svo bara fann ég bara alltaf, veist, og ég fann alltaf svona í lok tímabilana, það hugsaði ég alltaf bara að það verið erfitt að koma aftur. Já. Veist, og svo bara aðtekast að þannig bara að veist, ég hætti reynda fyrr í landsliðinu, það var sama, það var bara einhver neisti farið þar og veist, það erfitt að útskýra en bara það var bara tilfinningin sagði mér þetta. Já, að hætta toppnum? Nei, ekki það? Það var ekki eitthvað þar sko. Ég veist, og veist, þetta erfiðast ákvörðun sem ég hef tekið, það var að hætta í landsliðinu. Hún var óhugnalega erfið. Voru einhver leiðindi þarna undir? Engin, bara 0. Bara mér leiði vel og veist, auðvitað bara, veist, erum við orðnir eldri og við kannski þessi gullkynslóð svona farin að feita þess út og hérna, veist, eftir á, þú veist, hugsa ég stundum bara, ég hef svo léttilega getað að spila lengur, sko. Já. Ég hugsa núna í dag, sko, þú veist, búinn að búa á Íslandi í 6 ár og það aldrei gott við. Nei. Komst að 1 ár í Suður Frakklandi hefði drepið Snorri, sko. Þess að ég var að spila vel og veist, ég ljónheppi með skrokkin á mér. Já. En þetta er ekki þannig að ég missi svefn, ég tók bara þessu ákvörðun. Það sem var erfitt var að, þú veist, hann Geir Sveinsson orðinn landsliðsþjálfari. Sá sem tekur mig inn og gerir mig að fyrirliða hann í Val og veist, mér fannst ég skuldunum. Já, þér fannst að vera svíkjan svolítið. Já. Veist, þetta er erfiðasta síndal svona í handboltanum sem ég hef tekið sko, að hringi í hann og segja hann bara veist, ég ætla að hætta sko. Veist, það fannst mér leiðilegt og svo, þú veist, svo kom alltaf janúar og ég var bara ekki húsum hæfur. Veist, þetta er veist, þá fann ég það bara. Já, ég trúi því. Þetta bara ömurlegur janúar og veist, ég bara veist, skildi ekkert okkur ég væri ekki þarna og svo er ein minning af því líka sem er svona skemmtileg. Ég reyndi að horfa á mótið en ég átti mjög erfitt með að horfa það sem bara svona rólegur eða venjulegur stuðningsmaður. Veist, ég var bara með leið eins og ég væri leikmaður sko, og bara finnst ég átt að vera þarna og þetta var mjög skrítið. En ég held að þá er hérna herbyggisfélagið minn til 20 ára, Robby Gunn. Hann var hættur líka. Og ég man að hérna, þeir dett út, langar að segja 16 úrslitum. Og það er, fyrir þá sem ekki vera, þá er þetta eitthvað svona, þú veist, þetta er búið. Það er ekki, þú dettur út og það er svekkelsi, sko, það er eitthvað, þannig kemur þessi þjáning, þetta mótlæti, sko, einhvern veginn og þá fyrst bara langaði mig að hringja. Það hafði eitthvað svona þörf fyrir þar var mesta þörfin fyrir að vera í hópnum. Að upplifa bara eiginlega mótlæti, sko. Taka byrðarnar með þeim. Já, þá sá ég eitthvað fegur í því, sko. Bara þarna, þú veist, gæti ímyndið mér að sátu í klefanum og, þú veist, og menn með alls konar tilfinningar bara eins og gengur og gerir, sko. Og það, þú veist, þá fór ég svona þroskamerki, þá fer það svona að sjá ég bara allt þetta sem þið gangi í gegnum og þessi strákar og þessi leikmenn og þú veist, þetta alltaf þú hafi verið þessa pressu og þjóðin og herðunum eitthvað svona, þú veist, þá leggum maður kannski, við leggum líf og sál í þetta. Þetta er bara drullu erfitt. Þetta er drullu erfitt að vera lengi saman og hótelum og þú veist, og það eru, eins og ég sagði áðan líka, þótt að gangi vel. Á þessari leið eru bara átök, skilur, og svo bara þetta er búið. Það er svona, það er smá tómleikatilfinning, léttir, svekkelsi, þetta er svona marga tilfinningar sem er bara gott að upplifa, sko. Þú ert með þjóðin og herðunum en þér er líka lyft upp til hæstu hæða. Þjóðin lyftir þér líka upp stundum þegar vel gengur. Og stundum lyftir þjóðin þér upp þótt að gangi ekki vel. Þótt þú hafir ekki unnið leikinn. Bara ef þjóðin sá að þú og þínir, eða þínar, hvaða lið sem, hvort sem við tala um konur eða kalla, að liðið barðist eins og það gat barist og setti allt í það. Þá líður manni vel, þá styður maður sitt lið. Já. Er það ekki?
Já, það áhengilega að vera þannig, veist. Ég held að það kemur að þessu landsliðum, sko, að menn leggja ekki líf og sál í það, það upplifði ég aldrei. Mér fannst einhvern veginn allt vera, veist, og ég held að það, veist, þetta svona, veist, þetta erfitt að útskýra, veist, eitthvað svo vilt svo mikið, að það gangi samt ekki, veist, þetta sé, veist, og stundum, og það virkar alveg bara stundum eins og þetta bara sé gjörsamlega vonlaust einhvern veginn, og þú hefur ekki alveg, veist, svörin, en veist, það það yfirleitt ekki þannig að hjarta sé ekki þannig, sko. Það veist, og talandi sko, veist, eiginlega, handboltalandslið, veist, eflaust langflesta landsliðsmenn á Íslandi í einhverju, sko, þú ert bara að gera þetta í grunninn í sjálfboðavinnu, sko. Já, það nú sko stóri munurinn það ekki á hlutskipti handboltamannsins hérna á Íslandi og fótboltamannsins, eða hvort sem það innanlands eða utan. Ég held að samt, það takir ekki af hjartanu hjá fótboltastrákunum. Maður hefur samt aldrei skilið alveg sko þennan mun. Nei, fótboltinn bara önnur maskína. Og hún bara allt, og það bara ekki hérna heima, það bara út í heimi og það bara peningadrifið og hérna, þótt sé ekki þannig, við myndum ekki neita því handboltanum. Við myndum ekki neita því? Nei. Við getum heldur ekki, ég get ekki skammast út í peningin í fótboltanum af því, ég myndi alveg vilja hafa þá í handboltanum, og oft svona árangur það bara lykil forsenda að hafa eitthvað fjármagn milli handana en bara maður spáir í sko stéttaskiptingu, efnahagslega mismunun, að það væri voða gott ef það væri kæmi stuðningur, sko ef leikmennin þyrfti ekki sjálfur að jafnvel að leggja fram fé úr eigin vasa fyrir keppnisferðalög. Já, þetta það alveg galið, sko, en það kannski ekki þannig. Það stærri ákvörðun fyrir efnalitla fjölskyldu að þroska þetta element í efnilega leikmannum þegar fylgir kostnaður. Þetta stéttaskiptingamál. Þetta þetta ekki, á það ekki vera þannig að þessi unglingalandsmennir okkar þurfa að borga allt sitt, sko, og bara ferðast almennt bara drullu dýrt og þetta ekkert grín, þannig að þú veist, og þegar ég litaður mér finnst það fjármagn sem íþróttunum fá á Íslandi bara hlægilegt og dugi ekki í eitt eða neitt, sko, en ég hef heldur enga þekking á því hvað sé hægt að gera, ég hef ekki gafað djúpt í það, en sama hvað þá þarf bara að finna leiðir til þess að breyta þessu. Því að þú veist, þú gerir margt og mjög mikið bara með ástríðu og vinnu og eljusemi, en það kemur að einhver elít íþróttum, þá á einhverjum tímapunkti þá skipta peningarnir bara máli. Þá getur sinnt íþróttunniðinni og fengið þá þjónustu sem þú þarft, því allir aðrir sem að berjast kannski það sama og þú, þessar medaljur, búa við allt aðrar aðstöður hvað þetta varðar, sko. Og þegar þú ert komin á eitthvað alvöru level í hverju sem þá skiptir, sko, hvert einasta prósent kannski öllu máli, sko. Það kemur að því hvort þú vinnir eða tapar, sko. Og þú þarft bara inn í end, þá þarftu peninga til þess að ná því, sko. Og ég held að það sé sko aldrei hægt að ofmeta áhrifin af því á hinn almenna landsmann, hvað sem sagt sigur augnablik og augnablik samheldni, hvað þau geta reynst einstaklingum, fjölskyldum og þjóðfélaginu öllu mikill virðis auki, ef ég get sagt sem svo, að fyrir þjóð sem að komi aftur að því sem svona einangruð, við erum ekki ESB, við erum að reyna að ströggla í okkar rugli og spillingu, sko, og skítaveðri, að fyrir þjóð sem svona aftengt heiminum, þá mætti ætla að þættir eins og íþróttir og afrek í íþróttum hafi sérlega mikla þýðingu og geti sko leitt að sér mjög góð áhrif á meðal hins bara hinna almennu borgara. Bara ekki spurning, og ég held svona bara í allir þessu umræði í dag líka bara, þú veist, forvarnir annað slíkt, þú veist, Akkurat, ekki sett minnst. Þetta kannski
búin að koma inn á það í þessu spjalli að, þetta er náttúrulega bara litið allt mitt líf og ég þekki lítið annað en ég get samt heldur ekki talað jafn mikið með því að bara að fá þetta uppeldi og þá er ég ekki að tala sko bara til þess að vera einhver elít sportsmaður sko. Þetta gefur bara svo mikið að vinna og tapa. Takast á við eitthvað sem hópur og þurfa líka að vinna í hóp og allt þetta sko, þannig að bara ef við tökum þetta í einn stóru samhengi á þetta sko, þá ætti að vera bara meira ásláta heldur en við erum nú þegar með sko. Engin spurning. Snorri, nú ætla ég að fara að punda á því spurningunum sem að örugglega hvað flestir áheyrendur og áhorfendur eru spenntastir fyrir að heyra svörin. Nú voru að fá þér vatn og draga andan djúpt sko. Hvað ertu búin að vera landsliðsþjálfari lengi? 1 ár. Já, rétt rúmt 1 ár. Ekki meira og þetta verkefnið þitt í fyrra í janúar, ég upplifði það þannig að við vorum fyrir vonbrigðum en við ætlum að vera góð við þig. Við ætlum að vera góð við liðið. Hann er nýorðinn landsliðsþjálfari. Þetta gekk ekki alveg, hann munaði ekki miklu. Þetta gekk ekki alveg og við ætlum að vera góð við hann Snorra. Hann er okkur þykir vænt um hann. Hann er búinn að gera þjóðinni mikið gagn og búinn að ná frábærum árangri náttúrulega með Val þarna á þessum tíma og það var bara svona sko, í heiðurskyni við þig sem ég mæti þessari peysu. Takk fyrir það. Svo það sé nett, ég vonaði KR-ingar og aðrir víkingar séu ekki brjálaðir núna. En sko, þetta er mitt mat á því að við höfum komið ágætlega út úr síðasta móti þótt stóra móti þótt síðasta janúar þótt niðurstaðan hafi ekki verið kannski alveg svo sem að við hefðum viljað sjá vegna þess að við eigum ansi marga góða einstaklinga í handbolta í heiminum, ekki satt? Jú. Já, en sko, líður þér núna eins og að pressan sé meiri heldur en fyrir ári og þá er ég að tala um að 16. janúar næstkomandi þá spilar Ísland á HM við Grænhöfðaeyjar sem er fyrsti leikurinn í mér líður ekkert eins og sé meiri sko. Ekki? Nei, ekki þannig ekki, þetta vanmetana já, ég held líka að þetta er ekki byrjað kannski. Nei. Það er ekki byrjað að tala um þetta og þetta er svona ekki alveg það hefst hér og nú á samstöðinni. Þeir eru miklu íþróttastöð. Hvernig pressan verður er eitthvað utan að komandi er eitthvað sem ég hef ekki áhrif á. Jú, ég get haft með ykkur svona umtali eitthvað svona. En ég tók mjög snemma ákvörðun það að það er ekki mitt að stýra umræðinni eða einhverju væntingum. Jú, ég get og ég reynir bara einhvern veginn ég reynir bara þegar ég kem fram sem landsliðsþjálfari í ykkur svona tali þá reynir ég bara að vera heiðarlegur og svona auðmjúkur og bara reyna að koma því til skila svona sem ég held að sé rétt sko. Og hvernig það fer svo ofan í alla aðra einhvern veginn þá er það bara úr mínum verkarhing sko. Og ég vill, það er pressa í þessu starfi. Hún var mikil í janúar, hún verður mikil í janúar og þetta er bara, að fara á stórmót sem þjálfari er erfitt. En það er líka gaman. Og það skiptir mig máli bara ég hef mikla trú á mér. Ég hef mikla trú á þessum strákum. Og ég veit alveg að þetta small ekki. Nei. Það var, færanýtingin. Færanýtingin. Það hlýtur að vera einhver kenning á bak við það þegar færanýting er svona slæm. Það hlýtur að vera í íþróttafræðunum eitthvað sem segir já, þegar eitthvað er svona þá getur færanýtingin orðið svona vond. Segðu mig hvað það er. Þetta er eiginlega bara
þetta óútskýrt, sko. Er það? Já, þú veist, þetta allt bara geggjaði gaurur í handbolta. Já. Þú veist, og það, þú veist, svona margir, svona oft, klikki mörgum færum, það bara óalgengt. Og hérna, þessi bara sjálft að þetta bara gengur ekki eða verður aftur svo leiðis. Þetta komið einhvern veginn bara okkur öllum í opna skjöld, ekki? Jú, þú veist, og það þú veist, en við höfum heldur ekki að ég sem þjálfari, þú veist, ég var fljótur að taka ákvörðun, það ómikil einföldun fyrir mig og þú veist, þá ég svona, vildi heldur ekki vera að fría mig af okkur, það klínaði þessu bara okkur á færanýtingu, það voru bara hlutir sem ég hef bara vilja hafa betri og svo veist, tíminn naumur og allt það og þú veist, þetta algjör klisja, en þetta snýst samt að stórmót sérstaklega, þú veist, að finna bara eitthvað mótsjó. Og við fundum það bara ekki nógu mikið. En þegar svona mótsjóðu kemur og svona snjóboltinn byrjar að stækka, ef þú nærið að láta þetta rúlla og tikka í rétta átt, þá held ég að séu góði hlutir þarna, en kunstinn bara að koma á svo stað. Svo þessi þarna seinni hálfleikur, ekki að muna rétt, var ekki Austurríki? Já. Og það líka eitthvað svona bara total kollaps, það bara hrun og maður bara, þú veist, ég horfði á þann leik hjá mömmu minni, hún á níræðisaldri, ég var í stofunni hjá henni á Akureyri og meira þess að, sko, hérna mamma á níræðisaldri, það lá við að hún væri farin að bara ganga og taka niður hérna innréttingarnar í stofunni, sko. Já, en þú veist, það samúð, þetta svona stendur í smá gati, því þú veist, þá erum við einhvern veginn þrátt fyrir, þetta svona lýsandi kannski bara fyrir mótið. Þetta var búið að vera upp og niður, það voru búin að vera frábærir fyrir áleik og við erum bara með allt í okkar höndum að koma okkur í þetta Ólympíuumspil sem var ennþá þar möguleiki. Og hérna, en svo svo bara einhvern veginn, það kannski var ágefni, sko, það molnar fljótt undan því og við náðum ekki dokna og við vinnum leikinn. Það að finna við þetta, við vinnum alveg leikinn, það samt, við þurftum bara, ég man ekki hvað það var 3 mörk viðbót eða eitthvað, það var ekki meira það, en það var bara einhvern veginn saga þessa móts og og svo, ég bara búinn að kryfja það og halda áfram og mér finnst mikilvægt að allan fyrir okkur sem lið, þá nálgast ég ekki HM eða næsta janúar og alltaf með síðasta janúar í huga. Nei. Ég, bara heilt ár hjá öllum þessu leikmönnum, það hellinga búin að gerast og ennþá veit ég ekki hvað standið koma tíminn í janúar, hverjir vera heilir, hverjir vera á mótinu, hverjir koma nýir inn og eitthvað svoleiðis, heldur, eitthvað lærdómur þarna sem við bara teljum okkur að búin að draga af þessu móti. Bara heldum áfram þessi lið og erum búin að hittast 2 eða 3 eftir það. En getur þú sagt mér eitthvað þennan lærdóm og öðrum sem eru að hlusta á okkur og horfa? Lærdómurinn kannski meira bara svona, ég vil ekki kannski fara of djúpt í það, þetta fyrir mér þetta svona kemistríu lærdómur, sko. Ég búin að, þetta var fyrsta skipti sem ég fór með svona liðinu, landsliðinu í alvöru orrustu. Og þar svona upplifur allt aðra hluti heldur en æfingum eða æfingaleikjum og þannig upplifum við bara saman þetta mótlæti, þessa erfiðleika og það kannski, það fyrir mér svona lærdómurinn, þessi upplifun að hafa, að ég sem þjálfari þeirra gengi í gegnum þetta og Varstu þá með einhverja pointera núna hvernig kemistrían gæti? Já. Það eitthvað kannski sem ég fannst vanta, sem ég kem til með í undir, eitthvað sem ég ætla að gera eins öðruvísi þegar ég nálgast í janúar næst og svo náttúrulega bara eitthvað í leikfræðinni, þegar ég heldur nennum ekkert að fara yfir hér eitthvað, hvað við ætlum að fara á þetta maður og mann of þröngt kannski fyrir þetta spjall, mögulega og eitthvað sem ég geri, og svo líka bara samsetningin og á liðinu og annað slíkt sem samt sem áður bara svona ongoing pælingar og þjálfara. Þannig að það kannski meira svona þessi lærdómur sem ég finnst svona
sem skiptir mig máli allan sem þjálfara sko. Já. Ég held að það sé rosalega erfitt að vera landsliðs einvaldur hóps handboltamanna á Íslandi. Ég svona fjarska séð þá bara, ég held að það sé ekki fyrir hvert sem ég held að þú sért að díla þarna við sko ákveðna svona ofurstjörnur, misstór ego, menn úr ýmsum áttum sem allir samt hafa það sameiginlegt að þetta eru oft stóri persónuleikar og þú þarft að öðlast virðingu þeirra. Það hlýtur að eitt út af fyrir sig að vera rosalega erfitt verkefni að öðlast virðingu liðsins, að þú skapir þér það rými með framkomuðinni og tækni og hæfni að þú verðir óskoraður leiðtogi og þeir hérna bara hlýði þér, lúti þér í aga og ást, bara kærleika og aga. Hvernig í fjandanum fer maður að þessu þegar þú hérna sko stendur frammi fyrir þessu verkefni? Það alls konar breytur sem að í rauninni bjaga gera starfið þitt erfiðara heldur en ef þú væri bara einhver gaur frá Suður-Ameríku sem væri flogið frá Suður-Ameríku til Íslands, hann hefði aldrei séð hann að leikmannahóp, hann bara rýnir í þetta, það eru engar tilfinningar, það er ekki bönd, það er ekki, þú varst ekki með þessum þarna, það hlýtur að vera mjög auðvelt að láta tilfinningarnar hafa áhrif á einhvers konar dómgreind þegar maður er bundinn sumum en ekki öðrum og alltaf einhver brjálaður yfir það komast ekki og svona. Hvernig nærðu utan um þetta allt saman? Hvernig? Ég veit það svo sem ekkert sko. Þú voru að reyna að segja okkur það. Já, þetta er nefnilega góða pælingarhöður af því að sko, við tökum þjálfun gaman að þjálfa. Já. Og hérna mér finnst þetta áhugaverðara eða skemmtilegra, veit ég hvað það sé rétt, bara þú mátt að ráða hvernig þú túlkar það því veist, að þjálfun eða þú veist það er leikfræðin og ég er að horfa á leiki og greina og pæla ykkur handbolta, þú veist, þá finnst mér þetta eiginlega áhugaverðara í þjálfuninni. Það er þetta, það er nákvæmlega þetta, þú veist, þú þarft að vera ykkur leiðtogi og þú þarft að ná til hópsins og þú þarft að selja þeim eitthvað, þú þarft að selja þeim sjálfa þig og þú þarft að fá þetta að trú á þig og þetta finnst mér, þetta er miklu breytilegra heldur en handboltinn sjálfur. Auðvitað þarf ég að vera með það allt upp á 10 og móta, mynda mér ykkur að skoðun á ykkur leikfræði og hvernig ég vil spila og koma henni til skila. En að bæði því þjálfaði Val og landslið að bara glíma við þessi ego og þessa stráka, það er bara ótrúlega gefandi. Og hérna kannski sko leiðin að hvað maður segja, andlega leiðin að hjarta eða huga leikmanna, það sem virkar gagnvart einum virkar kannski ekki gagnvart öðru. Það er bara þetta er svo ótrúlega ólíkir. Það sem er erfiðar í þessum landsliðsbolta er þú náttúrulega minna með þeim, þú kynnist þeim minna og ég reyni það, ég veit ekki, kannski hafa einhver leikum sem ég þjálfaði ekkert endilega þá upplifun en mér finnst bara einhvern veginn að ég vil bara vera ég sjálfur, ég vil vera einlega við þá, þú veist, og þeir bara, að þeir skynji það, hvernig sem þeir skynja það, að ég trúi á þá, trúi á þetta verkefni sem ég er með í höndunum hverju sinni og þú veist, og að mér þykir vænt það, en það er ekki, það er líka bara sem foreldri, sko, þú veist, þú er ekki vænt börnin, sko, þú getur ekki alltaf verið innan gæðslega góður við börnin, þú þarft að vera leiðilegur og þú þarft að skamma og þú þarft að leiðbenna og þú veist, en það er þessi svona, það er þessi dýnamík sem er svo áhugaverð, sko, og þú veist, og það er þetta miklu meira þetta sem ég svona tek með mér út í lífið í þjálfun heldur en hvort að ég hef spilað Kairo eða Júka vinstri, sko, það er þið skiljið hvað ég er að fara, sko. Þannig að þetta er líka svo, þetta er svo breytilegt, sko. Það sem ég gerir í janúar, það virkar ekki árið seinna eða skilja, þú veist, og þetta er endalaust, sko, þú veist, og það getur komið leikmaður síðasta janúar sem var bara
Það þurfum ekki að nefna ykkur dæmi, ég get fengið leikmann til mín sem bara spila þvílíkt mikið í sínu liði. Bara lykilmaður, skora mikið og bara með sjálfstörsi í botni, sko, bara 3-4 mánuðum seinna geti allt verið breytt í honum, sko. Og ég fæ inn í landsliðið þannig, skilur. Þannig að það og þetta svona líka kannski sem öðruvísi í þessu starfi. Þetta þarf þú að vera, mónitora eiginlega bara í gegnum einhverja skjái og fylgjast með leikjum og samtöl, sko. Þannig að hvar á línunni eru þeir að koma til þín, sko. Og það verður líka algjör lykilbreyta þegar kemur fram í janúar hjá mér, sko. Hvaða lykilmenn eru bara á góðum stað og allt þetta, sko. Þú komst aðeins inn á það, en kannski mætti hnykkja á því að hluta af því að vera landsliðsþjálfari í handbolta á Íslandi sko grimmt. Ekki satt. Jú. Þú þarft bara stundum að vera mjög brútal. Og hvernig gengur þér að, það er kannski ekki komin mjög mikið reynsla á það ennþá en einhver væntanlega, hvernig gengur þér að segja leikmanni sem að hélt hann í hópnum hjá þér að hann komist ekki í hópinn? Já, ég held það er ekki komið kannski, ég hef ekki þurft að taka brútal ákvarðanir, ekki sem landsliðsþjálfari, en það er alveg sama hvar þú tekur erfið ákvörðun, hún er alltaf erfið og það er alltaf erfitt að segja frá henni, og er ekki erfitt stundum að greina á milli hins faglega og tilfinningarlega? Jú, það er bara partur af þessu starfi og brútal eða erfið ákvörðun á mér væri þá vantilega að skilja eftir einhvern leikmann. Ég væri mögulega búinn að vera eða bara finnst hann eiga heim í liðinu, og svo bara eins og gengur og gerist, ég er ekki það gamall, ég er með eldri leikmennir í liðinu, þeir eru yfirleitt undir radarnum hvað þetta varðar, og ég hef bara spilað með þeim, Bjarga, Bjögga, Aroni, mann einhvern tíð að spila, Ími, eitthvað svona, hann er ekki svona gamall. Ekki að ég sé að fara að strauja þá alla, sko, en þótt ég nefna það hérna, sko, en ef að því kemur, þá verður það bara erfitt, sko, en ég get ekkert flúið það, sko, og það er líka eins og ég var að segja, ef ég vill vera einlægur og legg upp með það að vera, bara vera ég sjálfur, þá myndi ég heldur aldrei, ég myndi ekki svona fyrirgefa mér að taka ykkur ákvörðun illa. Þá er það bara samtal sem þarf að eiga sér stað og ég bara útskýri það bara út frá mínum pælingum og svo er það þannig í íþróttum að þú velur einhvern veginn ekki liðið sem finnst hann eiga að vera í liðinu, þá á hann ekkert að vera sammála því. Og það er bara fræði sem ég geng út frá. Við veljum núna í janúar, það verður 18 manna hópur mögulega sem fer til Króatíu og spilar fyrir hönd þjóðarinnar þar. Í þessum 18 manna hóp er einhver partur sem fær minna hlutverk. Það er bara svo gengur og gerist, það er einhver lykilmaður og annar ekki en sá sem er mest í stúkunni, ef hann er ánægður, þá er eiginlega bara, þá er verið að segja mér hann eigi ekki verið í liðinu, sko. Skilurðu, og þar koma þessi ego inn og þar þarf það bara að glíma við þetta, sko. Þetta er góða punktur. Þessi bestu leikmenn, ég var þannig sjálfur, þeir skilja bara ekki neitt, þeir eru teknir út af. Og ég stóð mig ofta því bara að segja eitthvað við þjálfarann sem bara var mjög undarlegt af mér sjálfum, sko. Þannig ég skil stundum alveg þeirra hlið og ég get alveg séð smá spaugilegt í því, sko, þegar þeir skilja ekki þessi ekki inn á, sko. En heldur það hafi aukið lögmætið þitt innan gæsalappa, réttlætinguna sem að leikmaður þarf að finna fyrir þegar er skipaður landsliðsþjálfari og bara ekki eldri en þú sem að kasti því á borðið, en það má líka benda á að ég skoða nú handboltasöguna aðeins aftur í tíman og við höfum nú líka einhvern tíma verið með handboltaþjálfara landsliðsins sem að var bara rétt rúmlega 20, þannig að þú nú ekki svo yngsti, sko. En sko getur verið að þetta lögmæti þegar leikmannahópurinn er að svona veltaði fyrir sér, er þessi verðugur, sko, hefði átt að fá þennan.
hjálpar að þér að hafa verið svona ansi góður í handbolta? Já, ég held að það... Það skiptir mjög miklu máli. Fyrir sko íslenska þjálfara með íslenska handboltalandslið. Ég held, þetta það er ekki samasemmerki milli þess að hafa verið farsæll leikmaður og landsliðsmaður og vera svo góður þjálfari. En þetta hjálpar okkur sem hafa kannski spilað 10 pluss stórmót og 200 eitthvað landsleiki og atvinnum, en þetta hjálpa mér í mínu starfi og þetta er samt þannig að ég má ekki spegla alla hluti. Nei. Ég þarf að horfa á þessi þjálfari, ég get ekki horft á allt sem leikmaður en ég get auðvitað sett mig í þeirra spor en gagvart leikmönnum og annað slíkt þá hjálpar það að engin spurning að ég hafi átt þennan feril. Já. Sko, það litla sem ég veit handbolta og er bara byggt á því að eins og þú hefur bent á hér í þessu spjalli þá eigum við syni sem að hafa spilað með sama liðinu, farið út fyrir landsteinana og eru svona búin að hrista saman sem ágætis vinnir. En það litla sem ég veit handbolta er að þjálfun hún, sko, þið eruð að horfa á í rauninni allt önnur atriði þið þjálfarar inn á vellinum heldur en áhorfandi sem hefur bara gaman að leiknum en hefur ekkert vita á honum í ákveðnu skilningi. Við erum alltaf bara að horfa á boltan, við fylgjum boltanum eftir og ef einhver skorar 10 mörk þá hlýtur hann bara að hafa verið langbestur á vellinum, en þú ert kannski með allt aðra skoðun og það var einhver ósýnilegur varnarmaður sem var maður leiksins að þínu mati. Að sko þarf maður ekki sko, þú ert náttúrulega með eitthvað aðstofamannalið í kringu þig en þetta sko að vera með augun allstaðar, hvernig fer maður að því að sjá allt sem er að gerast og skynja allt og finna móralinn, stemninguna, taka þetta allt inn. Þetta sko mér dettur í hug, ég kann að spila bridge. Já. Og þegar ég spila bridge þá reynir á einhverja einustu heilafrumu og öll skynfæri og sko flókið erfitt bridgespil, það er bara eins og maður stígi upp í einhverjar hæstu hæðir og maður finnur þetta ekki neinni annari áskorun. Þetta er rosalega erfitt en líka svo óbærslega skemmtilega. Er þetta sko líður stundum eins og þú sért í bara svona nánast yfir skilvillegu ástandi þegar þú ert með alla fálmarana þarna í gangi því þú ert að fylgjast með svo mörgu í einu og hvernig fer það að því? Hvernig fer ég að því? Þetta er náttúrulega eitt er náttúrulega þú hefur alltaf gert þetta, skilur? Já. En ég veit það ekki, sko, þetta er svo er þetta er líka þrátt sem þjálfari, tökur mig bara sem þjálfari. Þetta er svona nokkrir, þú horfir á æfinguna, þá ertu með einhvern fókuspunkt kannski fyrir æfinguna og horfir á þannig. Því ég horf á leik í sjónvarpinu, núna ef ég er að horfa á Íslendinga þá horf ég á hann. Því ég er með, í leiknum sjálfum sem ég stjórna, þá er þetta örugglega meira svona eins og bridge í höfð þér, sko. Þá bara einhvern veginn, ég sensi ekkert mikið hvort þessi 20.000 manns eða hvort það voru 100 manns í valsheimilinu. Þessi risastóra veröld verður bara míkroheimur og þar ert þú bara... Það er kannski meira bara svona, það er aksjónið þitt og það er alveg svo leikmaður. Þér finnst þú vera góður og lélegur í leik, að bregðast hlutum og sjá hluti og svo þegar ég greini leikinn eftir þá bara hugsaði bara, gast ekki sé þetta. Þá bara, þannig að það er þetta umhverfið og spennan sem hefur náttúrulega áhrif á það allt, sko, og það er alveg rétt, þegar ég fer að horfa á strákan okkar spila, þá er það er mjög misjafnt hvað ég er að horfa á, sko. Stundum er ég kannski bara að horfa á strákinn minn eða einmitt, bara alls konar, sko, sem ég sem bara sem þjálfari svona hef gaman að því að stúdera, sko. Ég get farið á handboltaleik og horft á þjálfaran, sko. Ég get bara að sjá hvernig hann aktar En þjálfara einbeiting, ertu alltaf jafn einbeittur? Sko, gýrarðu þig upp
ertu í rútínu eins og mig grunnar þú að vera með rútínu þegar þú varst leikmaður ekki flestir með það? Jú, já. Og ertu með rútínu líka sem þjálfari? Já, ég alveg með þetta tala á leikti og svona. Já. Nærðu að negla þetta? Já, þetta ágætis að þetta var mjög erfitt fyrir mig þegar ég fór úr ég var bara mjög stressaður sem leikmaður. Bara á leikdegi, bara átti erfitt með að leggja mig og það var ekki stressaður. Svafstu illa nóttina undan? Nei, stundum á svo stórmótum, það er annað það var ekkert eitthvað, ég gat alveg sofið, ég gat ekki lagt mig oft á leikdegi. Ég var bara, það var bara öðruvísi tilfinning í mér. Þú vildi klára þetta verkefni? Já, og þetta er alltaf á kvöldin alltaf, þannig að mér fannst alltaf, ég elskaði ólympíuleikana þá var þetta bara spilaði stundum í hádeginu, mér fannst það bara fínt það var hentaði vel. En allavega þú veist, svo sem leikmaður að því ég var að tala um þessa ró sem ég hafði þess að ég var svo einhvern veginn tense á leikdegi svo bara var það þannig að þú veist, yfirleitt eru þjálfarar með ykkur að halda ykkur ræðu fyrir leik svo bara ræðum við búin í þjálfarana þá bara eins og það var bara gerist eitthvað sem leikmaður og svo pældi ég aldrei í þessu, svo væri ég þjálfari og ég held ræðuna og þetta gerist ekki. Það bara, ég hugsaði bara, þetta var í lengi að vinda ofan, það bara vantaði eitthvað. Og þá svona tensaðist ég mikið, það náttúrulega löngu farið. Þannig að núna er þetta svona öfugt. Nú er ég mjög á leikdegi sem þjálfari, ég er mjög rólur. Mér finnst það bara svona, sérstaklega svona fram eftir degi, þá er það oft svona þá ertu einhvern veginn búinn að materið allt ofan í liðið, búinn að undirbúa allt og búinn að klippa alla leiki svo þú ert að klippa og halda alla fundi svo þú þarft að halda og þú bara búinn að koma með eitthvað gameplan og svo bara, það er ekki alltaf rétt en að einhverju leyti er þetta bara komið í hendur leikmannanna að execúta það og þá ertu svona smá bara svona þangað til svo þú fer í höllina og þá svona kemur aftur þessi spenna. Heldur þú sé hætta á einhver miskilji þetta æðruleysið þitt á hliðarlínu þegar það er oft nærmyndir og þjálfara í svona leikjum að þér sé bara sama? Já, sem þjálfari er ég allt öðruvísi. Ég virka æstur og ég get alveg verið aggressífur en kallarðu mikið inn á völlinn? Já, mér líður bara vel með það en ég held að það heyri ekki neitt. Nei, þú gerir það samt. Já, og það er líka bara svona að lifa sér inn í leikinn og partur að vera, kannski að vera ekki, það er ekki það langt síðan þú hættir sem leikmaður, að vera svona smá aksjón en svona ég er ekkert sem allir kannski eru sammála en sem hafa svona upplifað mig sem þjálfara kannski að mér fannst ég aldrei missa yfirsýnina. Mér fannst ég alltaf hafa þetta leikmann-element þótt að vera öðruvísi að því að mér finnst ég alltaf þótt ég virðist kannski ég get alveg taktist verið eitthvað í einhverjum dómurum eða eftirlitsmanni, það er oft ekkert meira en það þá finnst mér ég vera með fókusin á það sem þarf að vera til staðar svipað eins og leikmaður þótt að sé allt öðruvísi, það er svona annað kannski sem ég fann líka þess að ég var að segja þetta væri bara svona fór sem leikmaður var ég bara kominn og ok, nú er ég með kontról á hlutunum og mér fannst það alltaf því ég var á miðjunni að stjórna og svona þá fannst mér þetta var ekkert alltaf þannig, komin leikur þar sem ég lenti í vesinni en mér fannst ég alltaf bara geta lesið mjög vel í aðstöður og svo þegar ég fór úr því að vera leikmaður og þjálfari þá finnst ég stóð hliðlínu og ég allt í einu bara ég sé þetta ekki eins ég skynja þetta öðruvísi það var svona smá viðbrigði að aðlagast því að við erum ekki inn á vellinu Þú minntist aðan á Bjögga hvernig hvað þarf til þess að mann haldi sér svona lengi og bara svona frábærum hann náttúrulega maður sá hann þegar Valur varð Evrópumeistari Ég held að það er bara þessi vinna sem hann leggur í þetta þegar engi sér ég held að
Hvers konar vinnur hann þegar hann ekki það bara til þess að halda líkamannum, ég hef ekki séð, það er hann, það er Guðjón Valur, ég upplifði það náttúrulega báða bara sem leikmenn og spilaði með Björk í landsliðinu, Gauja bara bæði í Löven og í Kaupmannahöfn og það er bara, æfingin, hvað er þetta, 90-120 mínútur á dag, þetta er bara svo lítill partur af þessu og þegar menn eru konur á fertugsaldurinn og ennþá að spila að háu leveli, þá, það kemur bara svefn og næringu og æfa aukalega og það er bara, ég veit ekki neitt, heldur en Bjöggi og Gauji kannski sem hafa tekið það bara svona lengra, og var dettur líka í hug hann Alexander Pettersson, það bara 100% líkalegt atgerfið, þetta er svona einfalt, þú þarf bara að hugsa því, en svo er það bara að gera hlutina, eitthvað sem, ég meina, þú þarf bara hætta að borða sykur eða áfengi eða bara, eitthvað svona, þetta er bara, við getum kallað þetta bara fórnarkostnað sem þeir hafa bara gera bara, og þetta er ekki flóknara það. En það er bara alltaf að gera það, sem vefst fyrir fullt af fólki. Talandi að gera það, bara það að Alexander hafi fengið þá hugmynd að hann gæti brotið á baka aftur þessa sókn sem var einhvers konar vendipunktur, manstu, þetta stórkostlega myndskeið, bara að hann hafi dottið í hug að hann gæti gert eitthvað, er klikkað, að hann skildi framkvæma það og það skildi takast, en náttúrulega svo klikkað að maður getur bara hort á þetta myndskeið bara dag eftir dag eftir dag eftir dag að ekkert er ómögulegt í lífinu, er það ekki? Ég bara, ég fæ mér sem á gæsa þú til að þetta augnablik, þetta er hin minningin sem er svo geggjuð, það er þessi medalía, hún er á margan áttu árinu erfiðari. Árið var aftur 2010. Já, 2010. Það eru búnar steinblokkurinn, við erum ekki alveg jafn miklir kannski underdogs og áður og þetta er erfiðara mót, það er erfiðara að ná árangri heldur en ólympíuleikum eiginlega, þannig að, og þarna einmitt þetta moment, þetta var einhvern veginn, við vorum búin að vera með undirtökin í leiknum og þetta var svona, það var moment þetta væri svona, við vorum að missa það. Þá kom hann okkar maður, Svo var annað sem gleymist í þessari umræðu, það er dómgæslan, það er eiginlega, það er ekki varið en eitt, það hefur verið svo fáránlega auðvelt bara að dæma víti og rautt spjald, það er það bara alls ekki, þannig að mér finnst það, því dómararnir fá nú ekki oft hrós, en það var ekki svona hverjir dæmdu þetta, en þetta, við hefum þeim fullt að þakka. Þetta er eitt af þessum augnablikum sem að breytir lífi bara jafnvel fólk sem hefur engan áhuga á handbolta, Já, en það líka, þetta náttúrulega kemur reglulega í sjónvarpinu og eðlilega bara, þetta er hvað, þetta er 2010, ég held að vera ekki séð þetta aftur eftir það, Það átti líka bara vel við, þetta væri hann, Pettersson. Já. Og enn er hann að. Já, enn er hann að. Þvílíkur maður. Já, óskiljanlegt. Nei, þetta er bara, ekki að dangar þetta deildina heima eða neitt, en hún er náttúrulega ekki eins og í Þýskalandi eitthvað, en þetta er samt aftur bara dæmi mann, sem, ég er ekkert sem margir viti það, hann var bara hársbreidd frá því að fara í mjög erfið aðgerð á öxl. Á sín tíma, bara í kringum þetta tímabil, og er bara mjög laskaður eftir einhvern tíma í Bundesligunni og landsliðinu og þá hugsaði ég bara sem félagi hans í liðinu og leikmaður bara, hann spilar ekki, þessi verður hættur áður við af, en svo ætla ég ekki að fara leggja honum eitthvað orðið mun, ég veit ekki nákvæmlega hvað hann gerði, en hann tók bara til hjá sér í mataræði og svefn og svona hlutum, og þá erum við að tala að hann fór bara, ég held ég, svona eitthvað svona extreme dæmi, og hann fór aldrei í þessu aðgerð og spilaði mörg ári viðbót í, ekki bara í Íslandi, hann spilaði bara í Bundesligunni, erfiðustu deild í heimi og alltaf með
toppliðum sko og örugglega langflest árin í Evrópukeppni og þú veist, þannig að það er ekki eins og hann hafi þú veist, tónað það eitthvað niður sko, þú veist, á sama tíma bara alls ekki sko. Einar Benorti, vilji er allt sem þarf, margir þetta fyrir töðunar á morgum, þessi vilja heimspeki en hérna það segir sig samt sjálft að með ofurvilja geta stundum orðið ofur afrek, eitthvað bara sem maður botnar ekkert í. Nei, ég nota samt stundum sko það vilja allir vera heimsmeistarar sko eða íslensmeistarar eða, þú veist en það nenni ekki allir að setja vinnuna sem þarf til í það sko. Þannig að mér stund sko ég ætla ekki að fara draga þessu orðið niður en að það er munur á að vilja og nenna og það þarf að blanda þessu algjörlega saman sko því að freistingar og tala ekki fyrir unga krakki þar sko, þú veist, það er þetta lykilatriði sko og bara, veist, ég sjálfur bara með og við með stráka á menntaskóla aldri sko, það er margt sem tógar í sko og þú veist, og það getur verið kúnst að vega og meta og velja hafna og svona án þess að gera þetta að einhverju þrælkunarvinnu sko það er þetta kúnst. Algjörlega. Þú minntist aðeins áðan á forvarna hlutverk íþróttana. Sumir vilja meina að við séum ekki alveg að standa okkur sem skildi. Hagkaup er að opna áfengis sölu. Reykingar eru reyndar voða mikið búnar en annarkum maður með nikotínpúða og svona öflug markaðsherferð gegn eða bara það sem skotmarkið er bara ungt fólk og síðustu daga þá höfum við verið að ræða við sálfræðinga, sérfræðinga, forvarnafulltrúa sem að telja að Íslands samfélag sé ansi sósað í áfengi þess dagana og svona vímu hvötum. Ertu með einhverja skoðun á þessu? Já, hvernig skoðun? Bara hvort að finnst þér að það megi tala kannski eitthvað svona pínlítið bakslag núna og þyrfti að efla áherslu á forvarnir og svona mætti bústa íþróttir í þeim efnum og tefla íþróttum fram og heilbrigðum lífstíl svona mætti það fá meira vægi í umræðunni? Ég held að sko sé alveg þörf á að breyta eitthvað aðeins takt. Ég veit svo mikið nákvæmlega hver takturinn hefur verið en bara með börn og með barn á menntaskóla aldri þá finnst mér þetta bara og hafa þjálfað líka bara bæði unglinga og meistaraflokksleikmenn það sem aldurspilið er mikið þá er þetta bara er of algengt og þetta er bara of eðlilegt. Hvað áttu þá við? Nikótínpúðarnir og þetta aðgengi að öllu svona einhvern veginn að það þurfa að vera svona svakalega mikið sko. Ég er ekkert eitthvað áfengi sko að hafa það eitthvað staðar ekki að hagkaup sko. Ég sé bara ekki vandamáli að fara í ríki sko. En svo geta menn hafa alls konar eða er það þarna í þessum mörgum þá truflaði ekki mig sko. En það er aðrir hópar kannski sem þetta truflaði töluvert meira. Varandi íþróttir og forvarnagildi þá er það þarna og mér finnst bara það er dýrt að stunda íþróttir á Íslandi en það er líka ástæða fyrir því íþróttafélögin þurfa að reka sig og það þarf að borga þjálfara og allt þetta en nú er ég með áhuga núna á Noregi hvernig þeir gera þetta sko það er eitthvað svona þjálfræði sem er ekki þetta er ekki þátturinn í það sko en það er til dæmis eiginlega svona það er svona eiginlega regla að ekki regla þetta má nú alveg brjóta hana sko krakkar eru aldrei upp við það að prófa sem mest og gera sem mest og vera sem aktífastir og þeim eru gefið svona frelsi og svigrúm til þess að prófa sem flestir íþróttir og það er ekki til þess að eitt er að til þess að búa til afreksíþróttamenn og svo er hitt bara til þess að svona bara auka bara þessa
þessa velíðan líka bara hjá krökkum að fá þess að hreyfa sig og kynnast því sko, þannig að ég veit ekki hvort að það væri eitthvað partur af þessum íþróttaforvörnum sko, að rýmka fyrir þetta, að þessi hægt að æfa meira sko, en ég held að ef þú spyrir mig sko, þá er þetta besta forvörnin, komast inn í íþróttirnar og komast í hóp og ég ítreka að það er ekki til þess að verða afreksíþróttamaður sko. Nei. Það er, ég var sjálfur í frábærum hóp og handboltaliði í Val í yngurflokkunum og ég er eini sem fór þennan extreme veg sem atvinnu og svo þjálfari sko. Já, en allir hinnir, það sem er svo fallega við að þeir tala svo vel tíma sinn. Já, og þú átt ennþá vin í þessum hópi þú áttir að þeir eru bara alls konar. En þeir við búum allir að einhver. Þannig að en auðvitað, við getum heldur ekki steypt allir í sama mót og satt öllum að fara í íþróttir en það breytir því ekki. Mér finnst þetta eins og sem nikótínpúðar og allt annað, mér finnst þetta bara hallærislega nálægt krökkunum sko. Hefur nikótínið sannarlega vond áhrif á frammistöðu þína sem íþróttamaður? Já, hraðar hjartslætti tekur. Já, bara hefur áhrif á svefn og bara alls konar bara og bara venjur sem eiga bara ekkert heima í íþróttum sko, og tala ekki hjá einhverjum úlingum sko. Þannig að því sögðu sko, þá er flest þessi vímuefni er orðin hættulega aðgengilega fyrir alla í dag sko, þannig að og eru bara, ef þú spyrir mig sem bara áhugamönnum íþróttir, þetta er ef þú ferð í íþróttús, þetta er bara ef þú leggur fram við að sjá þetta, hjá okkur, þá sér þetta. Já. Þetta er... Þegar þú þarft ekki einu sinni að leggja það fram. Nei. Þú bara, ef þú ert bara svona nokkuð með fúlu 5 og kveikt á perunni, þá verður þú var við allan nikótínpúðana sko. Ég veit ekki hvort ég á að sko kalla það subbulegt eða ógnvænlegt, en það er eitthvað sem að passar ekki. Það fer ekki saman hljóð og mynd sko. Ég er bara sammálaður. Við getum það bara verið gamaldags hvað það var þar, en þetta er hárrétt við það fer ekki saman hljóð og mynd sko. Nei. Hvað þetta varðar og þannig að yfirleitt er það nú þessir elít íþróttamenn, þeir eru fjarlægir þessu heldur en einhver annar. Það er einhver ástæði fyrir því. Já, við viljum bara hafa það þannig. Já, en þetta er alveg, ég skil umræðuna, hún er erfið og þú veist en að hvað ætlum að gera er líka, það er kunst en ég veit ekki sko, ég er ekkert þessum að liggja í krökkunum sko, vandamáli sko. Alls ekki. Það liggur bara í okkur sko. Það liggur bara í foreldrunum sko. Ábyrgðin er okkar sko. Ekki spurning. Bara að það þurfa að vera vitundavakning þar. Og þú talar agaleysi, ég held að bara tala fyrir svona handboltavini mína sem hafa alið börn erlendis og komið með það aftur hingað, inn í Íslands samfélag og skólastarf, börnin tala bara agaleysi. Strákurinn minn bara skildi þetta ekki. Nei, ég veit það. Og á marga nátt líka bara svona virðingarleysi, sko. Bara, gagvart bara kennurum og þjálfurum og þetta er svo sem þetta hefur verið nefnt, þessi foreldravæðing eða hvað maður kalla þetta, hún er ekki í lagi hérna heima. Það er bara þótt að það hljómi eitthvað óþægilega fyrir einhverja sko, það er það bara, það er þannig. Það er umræðefni og hefur það gert störf þjálfaranna erfiðari og íþróttastarfsins? Líka eins og inn í skólastofunni? Já, ég held að þetta er miklu meira hjá kennurum, ég held að það sé miklu erfiðara þar sko, en það er fullt af dæmum þar sem þetta er, sem er bara, þjálfurum gert erfitt fyrir og það þarf að stíga inn í þar og annað slíkt sko.
og það þú sem gerir þættir þetta og allt þetta með þessi mót og það sko, þannig að ég held að við þurfum ég held að fullorðna fólki þurfi bara að vakna meira sko, heldur nokkuð tíma krakkarnir sko, því að þú veist, einhver staðar læra þau hlutina sko. Já, bara að við færum sko umræðuna úr þessu efnislega alltaf yfir í manneskjuna sko, yfir í okkar samfélag og yfir í okkar tengsl og hérna það vantar. Svo að þú veist, bara getur líka tekið það úr íþróttunum sko, þú veist, þetta snýst ekki inn í end, sama hvað það veist, það ekki alltaf hægt bara að benda. Nei. Þú þarft að líta í eigin barm, þú þarft að taka ábyrgð. Þú veist, og gera grein fyrir því bara, hverju þú klúðrað. Nú að tala bara því þjálfari, sko. Þú veist, að þegar þú gerir það ekki, þá getur ekki farið að vaði í leikmenninu hérna, sko. Nei. Þú veist, og það allan mín sýn. Þú veist, ef þú varpar öllu yfir á þá ertu strax búin að missa það, sko. Þannig að þú byrjar ekki þar, þá gerist yfirleitt ekki neitt, sko. Nei. Maður þarf að byrja á að taka til í manns eigin garði. Já. En Snorri, það búið að vera mjög gaman að spjalla við þig. Áttar þig á því að við erum búin að ræða hér saman á 3. klukkustund. Það bara þannig? Já. Það met hjá mér. Það ekki met hjá þig? Já, bóttinn, mann getur því. Allan ekki svona í þessu viðtalsformi, aldrei bara sko. Þetta yfirleitt bara mjög klísukennt eftir einhvern leik og sem ég hliði í einhverja klísu og aldrei dauð stund hjá okkur í þessu spjalli? Nei. En þetta nú heldur ekki, sko, þetta ekki drauma aðstæðurnar að koma sko brjálaðar úr einhverju leik með adrenalínið á fullu og svo kemur sko gaurinn sem þú vilt. Já, mikrofónin bara í þig. Já, og það sá sem að þú vilt helst sjá. Þú ert kannski búin að tapa einhverju leik. Og svo spyr hann sko að þér finnst verstu spurningar sem hægt að spyrja. Þetta kunst, en partur á starfinu. Partur á starfinu. Að gera það vel. Já. Og sama þar af ákveðinni virðingu og auðmýkt sko. Það bara ykkur að sinna vinnunni sinni og þú þarft ekki að vera sammála honum, en þú þarft að svara fyrir því sko. Hárrétt. En hefur þið liðið vel í þessu spjalli okkar? Mjög vel. Já. Bara mjög gaman. Já. Bara gaman að koma og gaman að gera eitthvað öðruvísi svona þessu viðtalsdæmi. Heldur en þessu við vorum að tala þessu innan gæðsælega bara klísukennda. Akkurat, gott að heyra. Mér fannst við ná þarna á köflum að fara undir yfirborðið Já, engin spurning. Og ég er mjög þakkláttur að koma og að sjálfsögðu bara get ég ekki annað en óska þér og liðinu góðs gengis. Takk fyrir það. En ég ætla nú ekkert að fara nær þeim bautasteini núna. Það er náttúrulega svo langt þangað til. Margt sem getur gerst. En ég ætla bara að segja það núna bara snokkar á mitt. Ég ætla bara að standa með þér og ykkur hvað sem gerist. Takk fyrir það. En það veldur aðeins á ykkar framistöðu hve glaður ég verði í janúar. Já, ég líka, það ekki ágjörð því. Ljómandi gott, takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Nú bara minna á að í dag er laugardagur og það eru fleiri þættir hér á Samstöðinni sem eru áhugaverðir vonandi fyrir ykkur áhorfendur og hlustendur og morgun er nú eitt af flaggskipum dagskrárinnar sem er Synir Egils. Sá þáttur hefst klukkan 12:40 og hér síðar í dag verður tekið saman úrval hins besta í vikunni en við Snorri og Pétur Fjellsteð tæknimaður sem að sá þessa upptöku við þökkum fyrir okkur þennan fallega morgun. Verið þið sæl. Segðu það á Samstöðinni.